Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan, hann haldinn 20. febrúar. Fyrir fundi þessum, sem sá 289. í röðinni, liggja 8 dagskrármál og við ætlum að venju að byrja á því fyrsta. Það eru starfsáætlanir nefnda Fljótsdalshéraðs 2019, við höfum heyrt nokkrar starfsáætlanir á síðustu fundum. Í dag stendur til að kynna 2, við fáum hér á eftir að heyra starfsáætlun fræðslunefndar kynnta, en byrjum á því að heyra kynningu á starfsáætlun umhverfis- og framkvæmdanefndar. Það er formaður nefndarinnar Guðfinna Harpa Árnadóttir sem ætlar að gera það á tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Mig langar að byrja þessa yfirferð á að hrósa samnefndarfólki mínu og starfsfólki sveitarfélagsins í tengdum málaflokkum fyrir gott starf, en eins og má merkja af eftirfarandi yfirferð er verkefna álag töluvert bæði að magni og fjölbreytni. Umhverfis- og framkvæmdanefnd Fljótsdalshéraðs fjallar skipulags- og umhverfismál og málefni dreifbýlis og hálendis í sveitarfélaginu. Meginverkefni nefndarinnar eru skipulagsmál, aðalskipulagsgerð, deiliskipulagsáætlanir, lóðaúthlutunar, umferðarmál, efnistökunámur, málefni heilbrigðiseftirlits, nýframkvæmdir og viðhald fasteigna sveitarfélagsins, rekstur þjónustumiðstöðvar, snjóhreinsun og hálkuvarnir, viðhaldsverkefni gatna og stíga, gatnalýsing í þéttbýli og dreifbýli, hreinsun opinna svæða, málefni gæludýra, almenningssamgöngur, úrgangsmál, vinnuskóli, skólagarðar, fjallskilamál, refa- og minkaeyðing og fleiri mál tengt dreifbýlinu. Hér á eftir verður stiklað á stóru varðandi helstu verkefni nefndarinnar á árinu 2019. Eitt af stærri verkefnum ár hvert er vinnuskóli fyrir fólk á aldrinum 13 til 16 ára. Eitt af hlutverkum vinnuskólans er að sjá að bæta umhverfi og ásýnd sveitarfélagsins og helstu verkefni ársins verða hefðbundin, sem sagt ýmiss konar hreinsun, tiltekt og fegrunarverkefni. Á liðnu ári bjuggum við þá lúxusvandamál að það var mikil aðsókn í vinnuskólan og vonandi verður það þannig áfram og skilar sér í betur hirtum bæ. Annað stórt verkefni á könnu nefndarinnar er sorphirða og förgun. Lítilsháttar hækkun verður á sorphirðugjöldum 2019 vegna þeirra stefnu að sorphirðugjöld standi undir kostnaði við sorphirðu og förgun. Flokkun sorps gengur vel í sveitarfélaginu þó alltaf megi gera betur og eru fyrirtæki sérstaklega hvatt til dáða í þeim efnum, til dæmis með breytingum á hlutföllum milli óflokkaðs og flokkaðs sorps sem skilar á gámavöll í gjaldskrá. Einnig hefur verið rætt að fjölga sorpbílátum í þéttbýli og áningastöðum við þjóðveg 1, þar sem það á við á þessu ári. Mikil vakning er í þjóðfélaginu varðandi umbúðir og neyslu einstaklinga og verður áhugavert að fylgjast með þróun í magni sorps á næstu misserum í tengslum við það. Varðandi skipulagsmál þá ætlum við að vinna að undirbúningi nýs aðalskipulags að hefjast á seinni hluta ársins 2019. Í aðalskipulagi er sett fram stefna sveitarstjórnar þróun sveitarfélagsins varðandi landnotkun og þar af leiðandi atvinnulíf, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu og þjónustukerfi og umhverfismál. Er því mikilvægt að þar sé vandað til verka á hverjum tíma. Þau deiliskipulög sem eru í vinnslu eða verða í vinnslu á árinu eru nokkur og getur enn bæst þar í. Þar ber fyrst að nefna endurskoða deiliskipulag miðbæjarins og er gleðilegt að segja frá því að skipulagsuppdráttur var staðfestur úr nefnd í síðustu viku til fullvinnslu. Þá er unnið að deiliskipulagi Selskógar og var haldinn vel heppnaður fundur með íbúum í desember. Deiliskipulag Norðursvæðis er í vinnslu og stefnt að því að hefja gerð deiliskipulags á iðnaðarsvæði í Fellabæ á árinu. Ef ég færi mig þá yfir í viðhald og rekstur gatna, götulýsingu og umferðarmerkingar má gera ráð fyrir að það verði umtalsverð endurnýjun á götum og gangstéttum á næstu árum í eldri hluta þéttbýlis Egilsstaða og Fellabæjar. Sérstaklega skal nefna Selás, Lyngás, Fenaðarklöpp, Laufás, Árskóga, Reynivelli og gangstéttir við Koltröð, Laufskóga og Lagarfell. Síðastnefndu verkefni eru áhersluverkefni ársins 2019. Holufyllingum ásamt málun, merkinga á götum og viðhaldi og endurnýjun skilta og umferðarmerkinga verður sinnt eftir þörfum. Endurnýja þarf samning við vegagerðina veghald þjóðvega í þéttbýli. Áfram verður sótt fjármagn til ríkisins vegna lagfæringa á styrkvegum en það hefur verið mjög erfitt að fá verktaka til að vinna þau verkefni. Leitað hefur verið eftir því við vegagerðina að sett verði upp götulýsing við veg nr. 95 innan þéttbýlismarka og er það verkefni komið á stað hjá vegagerðinni. Einnig stefnum við að því að ræða götulýsingu við gatnamót Norðurlands og Hróastunguvega norðan við Fellabæ en þar má gera ráð fyrir mikilli aukningu umferðar. Umferðaröryggisáætlun Fljótsdalshéraðs verður höfð að leiðarljósi í framkvæmdum og viðhaldsverkefnum. Eitt af stærri en jafnframt óútreiknanlegri verkefnum hvers árs er snjómokstur og hálkuvarnir. Áherslur þessa árs verða meðal annars betri upplýsingagjöf til íbúa varðandi snjóhreinsun og hálkueyðingu.
Þá höfum við verið að vinna að því að yfirfara þjónustustig og helminga mokstursreglur með vegagerðinni. Rætt var við vegagerðina að flýta mokstri í dreifbýli en svo rúmast innan núverandi útboðs í upphafi árs og mun það vonandi skila tilætluðum árangri. Einnig í vinnslu að endurskoða samninga vegna snjómóksturs heimreiða og uppfæra upplýsingakort þar sem göngustígar verði skilgreindir í forgangsröð í þéttbýli. Í þéttbýli voru snjómóksturssamningar framlengdir til 1 árs seinni hluta ársins 2018 en liggur fyrir nefndinni að ákveða fyrirkomulag vegna framhaldsins á næstu vikum. Helstu verkefni ársins 2019 í opnum svæðum og almenningsgörðum eru venjubundin umhirða en að auki stefnt að því að lagfæra og endurnýja stíga í Tjarnagarði. Nefndin sem nú starfar stefnir að því að Tjarnagarðurinn fái aukna athygli á meðan hún starfar og þetta fyrsta skref að því. Einnig stefnum við að því að fjölga blómaböðum og hreinsa njóla í auknum mæli innanbæjar, bæta ásýnd við aðkomu þéttbýlisins í Fellabæ og skipuleggja átak í vorhreinsun allt sveitarfélagið þar sem íbúar og fyrirtæki bæta ásýnd síns nánasta umhverfis. Gönguleiðir utan þéttbýlis eru áfram í brennidepli og má þar nefna til dæmis gönguleið í Stapavík sem áframhaldandi verkefni og nýtt verkefni við Laugavelli, Dimmugljúfur og Magnahelli þar sem gerð hefur verið áætlun framkvæmdir og sótt styrk. Stefnt að því að gera átak varðandi skráningar á hundum og köttum og gera íbúum það ferli auðveldara og aðgengilegra. SSA vinnur nú að endurnýjun fjallskilasamþykktar fyrir starfsvæði sitt og þarf Fljótsdalshérað ef til vill að samræma sig að breytingum á henni á árinu. Einnig stefnir nefndin að því að hefja vinnu við búfjársamþykkt fyrir sveitarfélagið. Haldið verður áfram að samræma gangnadaga og reglur fjallskil innan sveitarfélagsins og sinna viðhaldi aðalrétta og girðinga í þéttbýli í sveitarfélaginu. Nýtt tilfelli Garnaveiki í sveitarfélaginu hefur í för með sér ákveðna kostnaðarþætti meðal annars vegna bóluefnis, fjallskila og urðunar og hefur nefndin gert ráð fyrir því. Á nýju ári stendur til að endurskoða og endurnýja samninga varðandi eyðingu refa og minka en allir samningar renna út í ágúst næstkomandi. Ég lýk svo yfirferð minni á verkefnum Eignasjóðs. Helstu markmið og verkefni ársins framundan, auk reglubundinna verkefna og fjárfestinga sem ég fer yfir hér á eftir, eru að vinna heildstætt mat á viðhaldsstörf allra stofnana, félagslegra íbúða og annarra eigna sveitarfélagsins og vinna út frá því langtíma áætlun viðhald, endurnýjun eigna og nýframkvæmdir. Þetta tel ég mjög brýnt verkefni. Helstu fjárfestingar sem eru áætlaðar á árinu 2019 eru leikskóli í Fellabæ, stækkun íþróttamiðstöðvar á Egilsstöðum, gatnagerð í Ferjukíl, uppsetning samfélagssmiðju í Miðvangi 31, viðhaldsverkefni við tjaldsvæði, sparkvöllur á Suðursvæði, körfuboltavöllur, klæðning á Egilsstaðaskóla, áðurnefndir göngustígar í Tjarnargarði og framkvæmdir í Sláturhúsinu tengt Ormsstofu en þar verður unnið fyrir framlag Landsvirkjunar. Takk fyrir mig. Guðfinna Harpa Árnadóttir, formaður umhverfis- og framkvæmdanefndar, hefur lokið máli sínu og við höfum þann háttinn á að gefa orðið laust ef menn hafa fyrirspurnir og ef einhverja slíkar eru þá fær Guðfinna Harpa aftur orðið í lokin til að svara þeim. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá held ég við þökkum bara Guðfinnu Hörpu fyrir skilmerkilega yfirferð yfir verkefni nefndarinnar sem augljóslega eru ærin og óskum nefndinni góðs gengis í sínum störfum. Takk kærlega fyrir. Þá liggur næst fyrir okkur að heyra kynningu á starfsáætlun fræðslunefndar ársins 2019. Það er Berglind Harpa Svavarsdóttir, formaður fræðslunefndar, sem tekur til máls. Já, takk fyrir. Forseti, góða fundarmenn. Ég ætla að fara hérna yfir starfsáætlun fræðslunefndar 2019 og ætla nú að nota tækifærið og hrósa mínu nefndamönnum fyrir virkilega góða samvinnu innan nefndar. Gengur bara mjög vel hjá okkur. Og ég ætla það bara að fara almennt núna yfir starfsemin á fræðslusviði. Á fræðslusviði eru starfræktir 3 grunnskólar, Egilsstaðaskóli, Fellaskóli og Brúarásskóli. Brúarásskóli er samrekinn leik- og grunnskóli og auk þess eru leikskólarnir Hádegisvæði og Tjarnaskógur á Egilsstöðum og í Fellabæ. Tónlistarskólarnir eru 3 og eru staðsettir í sama húsnæði og grunnskólarnir á Egilsstöðum, í Fellum og Brúarási. Boðið eru upp á frístund fyrir og eftir skóla fyrir börn í 1. til 3. bekk í Egilsstaðaskóla og Fellaskóla. Fræðslunefnd fer með málefni skólana en hún er skipuð 5 fulltrúum auk þess sem lögboðnir áheyrnarfulltrúar allra skólastega hafa seturétt á fundum nefndarinnar þegar málefni þess skólastigs eru til umfjöllunar. Nefndin fundar einu sinni til 2 á mánuði eftir aðstæðum hverju sinni. Við förum hérna við leikskólana.
Leikskólinn Hádegishöfði í Fellabæ er 2 deilda leikskóli og skólaárið 2018-19 stunda 39 börn nám við Hádegishöfða. Leikskólinn Tjarnaskógur er skólaárið 2018-19 starfræktur sem 10 deilda leikskóli með 203 nemendum á 3 starfsstöðvum, Skógarlandi, Tjarnalandi og Vonalandi. Deildin á Vonalandi var sett á laggirnar með skömmum fyrirvara sem tímabundin viðbótardeild til að tryggja að yngsti árgangurinn fengi inn í leikskóla. Fyrir voru 2 óvanalega stórir árgangar í leikskólanum, þar af sá árgangur sem nú er elsti árgangur leikskólans og lýkur því sínu leikskólanámi sumarið 2019. Það hefur löngum verið raunin í sveitarfélaginu að árgangar geta verið mjög misfjölmennir og því þarf stundum að finna tímabundnar leiðir til að bregðast við skólastarfinu. Varðandi grunnskólana, þá er skólaárið 2019-20 þá stunda 495 nemendur nám í grunnskólum á Fljótsdalshéraði. En undanfarin ár hafa grunnskólanemendur gjarnan verið í kringum 500. Það stefnir í nokkra fjölgun skólaárið 2019-20 þar sem óvanalega stór árgangur hefur sína grunnskólagöngu í Egilsstaðaskóla haustið 2019. Það verður talsverð áskorun að koma auknum nemendafjölda fyrir svo vel sé, þó í raun sé skólahúsnæði rúmgott í fermetrum talið. En nú þegar þrengir verulega að báðum skólum sem starfa innan húsnæðisins, já, það þrengir verulega inn á þeirra. Það verður til dæmis flókið viðfangsefni að leysa aðstöðumál fyrir frístund eftir skólatíma því auk þess að stór nýnemahópur komi inn hefur eftirspurn eftir frístund farið hratt vaxandi á undanförnum árum. Vegna dreifðra búsetu grunnskólanemenda er skólaakstur á Fljótsdalshéraði umfangsmikill og skólaárið 2018-19 eru 11 skólaakstursleiðir í sveitarfélaginu þar sem ekið út í dreifbýli í alla grunnskólana 3. Auk þess nýta nemendur og starfsfólk sem býr í þéttbýlinu á Egilsstöðum og Fellabæs almenningssamgöngur að Brúarásskóla. Við förum aðeins við tónlistarskólana. Tónlistarskólarnir eru allir starfræktir í sama húsnæði og grunnskólarnir í Brúarási, Fellabæ og á Egilsstöðum. Með því að koma málum svo fyrir eiga nemendur grunnskólana þess kost að sækja tónlistarnám sitt á skólatíma ef foreldrar óska þess. Með þeim hætti verða vinnudagar bæði nemenda og starfsfólks þægilegri. Í tónlistarskólanum á Egilsstöðum veturinn 2018-19 eru 163 nemendur skráðir. Í mismikið nám en alls eru kenndar 145 klukkustundir á viku í skólanum. Boðið eru upp á nám á öllum stigum og hljóðfæraval er mjög fjölbreytt innan skólans. Allar nauðsynlegar kennslugreinar til að ljúka stigsprófum er í boði í skólanum, 10 kennarar starfa við skólan og heildarstöðugildi við skólan eru 8. Nefna má skólinn er afar vel settu hvað varðar vel menntaða kennara, til dæmis hafa 2 kennarar skólans lokið doktorsprófi í sinni grein. Eins og komið hefur fram eru tónlistarskólarnir starfræktir í húsnæði skólana, grunnskólana og á það einnig við tónlistarskólana á Egilsstöðum. Undanfarin ár hefur sýnt sig að það þrengi verulega starfsemi beggja skólana og hafa skólastjórnendur Egilsstaðaskóla og tónlistarskólans á Egilsstöðum ítrekað rætt þann vanda við fræðslunefnd og þeir hafa einnig sent inn erindi til umhverfis- og framkvæmdanefndar. Þar óska þeir eftir því að huga verða framtíðalaust á húsnæðismálum tónlistarskólans og Egilsstöðum sem leið myndi auðvelda húsnæðismál Egilsstaðaskóla. Í tónlistarskólanum í Fellabæ stunda 60 nemendur nám árið 2019-20 og vikulega kennslustundir 58. Á þessu skólaári er kennt 13 hljóðfæri við skólan, þar með talin ryþmiskur, klassískur söngur og enn fleiri hljóðfæri eru í boði. En sjá má nánar varðandi þetta heimasíðum tónskólana. Hvaða nám þeir bjóða hverju sinni? Í tónlistarskólanum á Brúarási eru 33 nemendur skólaárið 2019-20. Kennarar eru 3 stöðugildi með stjórnun 1,8. Það er eins og í hinum skólanum að það er fjölbreytt námsval og segja má að yfirleitt sé unnt að mæta óskum nemenda hljóðfæraval og vikulegar kennslustundir eru 26,5 auk samspil sem 4 til 6 klukkustundir viku. En samstarf á milli tónlistarskólana er mikið og farsælt og í því sambandi má nefna að algengt er að kennarar kenni fleiri en einum skólana og hefur þá stundum átt þátt í að unnt sé að fá vel menntaða kennara til starfa á henni ýmsu hljóðfæri því með samstarfi er hægt að bjóða þeim heildstætt starf. Ef ég fer yfir áherslu atriðin í starfsemi fræðslunefndar á árinu 2019 þá byrjum við hérna á menntastefnunni. Á undanförnum árum hefur átt sér
stað ákveðin undirbúningur að endurskoðunar menntastefnu Fljótsdalshéraðs, en samþykkt stefna fyrir tímabilið 2007-27 ber þess merki að hafi verið unnin og samþykkt við aðrar samfélagslegar aðstæður en síðar hafa átt við. Stefnt því að ljúka endurskoðun menntastefnunnar eigi síðar en á skólaárinu 2019-20. Ef við komum hérna aðeins í starfsmannamálin, þá hefur álag á starfsmenn og stjórnendur í skólastofnun hefur verið mikið til umræðu í samfélaginu. Í kjölfar síðustu kjarasamninga grunnskólakennara fóru af stað markviss könnun á starfsumhverfi grunnskólakennara í sveitarfélaginu og á grundvelli niðurstöðu þeirra könnunar hefur verið brugðist við þar sem unnt hefur verið. Full ástæða til að skoða stöðu mála nánar og finna leiðir með starfsfólki og stjórnendum til að draga úr álagi á þeim. Álag á starfsfólki birtist meðal annars í veikindafjarveru sem hefur verið vaxandi og brýnt að skoða leiðir til að bregðast við, meðal annars með fræðslu og forvarnastarfi og þar sem á við með umbótum vinnuumhverfi. Stefnt að því að efla starfsemi fræðsluskrifstofu Fljótsdalshéraðs með því að ráðin starfsmann með fræðslustjóra vegna sívaxandi umfangs starfseminnar. Starfsmaðurinn verði fræðslustjóra til aðstoðar í ýmsum afgreiðsluverkefnum auk þess sem stefnt að hann geti veitt leikskólum sveitarfélagsins faglega ráðgjöf. Áfram verður svo unnið samkvæmt símenntunaráætlun fyrir almennt starfsfólk og leik- og grunnskóla sem gerð var til 3 ára frá 2018-20. Varðandi áætlanir og stefnur í skólastarfi. Farið verði yfir ýmsar áætlanir og stefnur skólana með skólastjórnendum með tillit til samræmingar milli skóla þar sem við á. Með því verði horft til að samræma verklag og einfalda stjórnendum ákveðin störf þar sem unnt er. Sett verði í forgang að vinna markvissa sameiginlega áætlunum, móttöku og stuðningu við börn og ungmenni af erlendum uppruna og fjölskyldur þeirra. Þetta er mikilvægt að sé samræmt á milli allra þessa skóla. Samstarfsverkefnum breytta kennsluhætti og nýtingu upplýsingatækni skólastarfi. Áform grunnskólana breytta kennsluhætti sem kynnt var á síðasta kjörtímabili verði tekin til skoðunar með fulltrúum skólana. Gerð verði úttekt á upplýsingatæknibúnaði í leik- og grunnskólum. Samtímis verði unnið að mati á grunnþáttum svo sem nettengingum og tæknilegri og faglegri ráðgjöf í skólunum. Í kjölfari verði unnið að langtíma áætlun stöðu og hlutverk upplýsingatækni í grunnskólum sveitarfélagsins og framtíðarsýn í ljósi áhersla kennsluhætti og skólastarf til framtíðar. Varðandi húsnæðismál skólastofnana. Undirbúningur undir viðbyggingu við leikskólan Hásteiginshöfða á lokastigi og gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist samkvæmt áætlun á árinu 2019. Hraða verði vinnu við mótum framtíðarlausnar og húsnæðismálum tónlistarskólans á Egilsstöðum og ákjósanleg lausn sett í framtíðaráætlun framkvæmdir í sveitarfélaginu. Niðurstöða framtíðarstefnur húsnæðismálum skólans liggi fyrir árslok 2019. Svo að lokum samstarf milli grunnskóla í sveitarfélaginu. Stefnt að því að setja á fót starfshóp með fulltrúum frá grunnskólum sveitarfélagsins. Starfshópurinn hafi það markmiði að skoða tækifæri til aukin samstarfs og samnýtingar á mannauði og aðstöðu þar sem á við til að tryggja öllum nemendum sem besta menntun og jafna aðstöðu þeirra. Þegar niðurstöður starfshópsins liggja fyrir, hann verði lagt mat á hvort hliðstæð vinna geti ferðast að í leik- og tónlistarskólum. Ég bara lokið að fara yfir þessa starfsáætlun og ber þetta upp til umræðu og afgreiðslu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið kynningunni og sem fyrr þá orðið laust og við sögnum saman fyrirspurnum ef einhverjar eru. Einhver sem óskar eftir að taka til máls? Kristína Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundarmenn. Langar að byrja á að þakka Berglindi Harpu Svavarsdóttur formanni fyrir góða yfirferð á starfsáætlun nefndarinnar og einnig langar mig að lýsa yfir ánægju minni á þessari móttökuáætlun fyrir tvítyngd börn og fjölskyldur þeirra. Því þetta er rosalega mikilvægt verkefni og að vera hálfmállaus eða mállaus í ókunnu landi getur verið mjög erfitt og mjög einangrandi. Og þarna tala ég á reynslu þar sem ég bjó erlendis í tæp 10 ár og var með barn í skóla. Þannig að þetta er mjög stórt verkefni og ef sveitarfélagið getur gert eitthvað til að létta þennan róður fyrir tvítyngd börn og fjölskyldur þeirra, þá var það kærkomið. Takk. Kristína Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Er fleiri sem óska eftir að taka til máls?
Björk Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég þakka Berglindi sömuleiðis fyrir góða yfirferð á starfsáætlun fræðslunefndar og eins og þið heyrðu það eru gríðarlega stór og mikilvæg verkefni á borði nefndarinnar. Mér langaði aðeins til að koma upp undir eða til að fjalla þennan lið sem snýr að einhvers konar framtíðar áætlun fyrir húsnæði tónlistarskólana og grunnskólans. Eins og kom fram í hennar máli að þá höfum við fengið ítrekað inn á okkar borð skólastjórnendur, bæði grunnskólans og tónlistarskólans. Það er rétt að árétta það að fyrir skólastjóra grunnskólans er þetta líka verða mjög aðkallandi að það verði fundin einhvers konar framtíðarlausn á þessu og þess vegna er líka búið að beina þessu inn í umhverfis- og framkvæmdanefnd því ég held að við verðum bara að leggja saman og árar við að finna þarna einhverja lausn sem að er til frambúðar. Það kemur mjög skýrt fram hjá skólastjórnum þegar gera sér alveg grein fyrir því að þetta er ekkert sem gerist á morgun en hins vegar sé mjög gott fyrir stjórnendurnar og starfsfólkið að vita að það sé verið að stefna í einhverju ákveðna átt og við þurfum, þetta eru kostnaðarsama framkvæmdir, ímynda ég mér og þá held ég að við verðum að fara að gera ráð fyrir þessu inn í fjárhagsáætlunum okkar og ég svo sem velti því fyrir mig hér áðan hvort ég hefði átt að koma upp hér eftir að Guðfinna lauk sinni ágætu yfirferð því að þetta snertir auðvitað alveg jafn mikið hennar nefnd. Mér langaði líka til að nefna það sem að snýrað býta nú við, þar ég aðeins að rifja upp. Þú varst búin að taka móttakaáætlunina sem er mjög mikilvægt verkefni. Já. Það varðar það að við ætlum okkur að reyna að fara í einhvers konar mat á þörfinni fyrir að endurnýja tækjabúnað í grunnskólanum. Þið þekki það þau sem að hér hafa setið lengi að ár eftir ár er fellt hér út í fjárhagsáætlanagerð allur kostnaður vegna nánast allur kostnaður vegna verkefni sem að hefur verið kallað upplýsingatækni í grunnskólastarfi og felur í sér kaup á snjalltölvum til þess að nota í kennslu. Það er að verða ákaflega brýnt að við förum að móta einhverja stefnu í því hvernig við ætlum að afgreiða þetta mál því að hvað sem okkur finnst nákvæmlega útfærsluna á því að hvort að allir nemendur eiga að fá snjalltölu eða ekki þá er alveg ljóst að þessi tæki er verið að nota í kennslu og það verður áfram. Þannig að við þurfum að líka þarna að fara að móta okkur einhverja framtíðarstefnum það hvernig á að gera þetta. Þannig að ég hlakka til að takast á við verkefnin undir styrku stjórn formans okkar og þau eru mikilvæg fyrir alla íbúa sveitarfélagsins. Björk Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust ef fleiri vilja taka til máls. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég þakka Berglindi kærlega fyrir hennar góðu yfirferð. Það var mjög góð yfirferð og fínt að heyra þetta. Ég er mjög ánægð með að heyra að menntastefnan vera dagskrá hjá ykkur og vonandi tekst ykkur að klára. Það átti nú að gera það á síðasta kjörtímabili en tókst ekki. Þetta er nefnilega töluvert mikið verk en það bara verður að fara að gerast. Þannig að ég er bara mjög ánægð að heyra það þegar með áform að klára það. Mér langar að spyrja þér síðan eða kannski tvennu, kemur kannski svolítið inn á það sem að bæjarfulltrúi Björg var með í sambandi við tölvur. Eftir því sem mér skilst að þá sé búið að vera að skipta út þessum hefðbundnu borðtölvum í aðrar tölvur sem eru svona kannski líkari fartölvum en er ekki svona hefðbundna fartölvur. Þannig ef Berglind getur frætt okkur aðeins það, mér skilst að það sé búið að kaupa tölvur af þeim núna inn í skólan. Og önnur spurning sem ég langaði að spyrja, hefur það komið til tals í fræðslunefnd og þá
í samtali við skólastjórnendur að banna snjallsíma í skólanum eins og til dæmis búið að gera í Fjarðabyggð. Ef að Berglind geti frætt okkur eitthvað þetta. Takk fyrir. Guðmundur Ingólfsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Stefán Bogi Sveinsson, við söfnum saman fyrir spurningum. Bæjarfulltrúi Gjörsóll. Þú voru að funda hjá þetta. Forseti, ágætt að funda fólk. Ég þakka rétt eins og aðrir bæjarfulltrúar skilmerkilega yfirferð yfir starfsáætlun fræðslunefndar og margt mjög fróðlegt og merkilegt sem að þar kom fram. Mig langar aðeins til að staldra við rétt eins og aðrir bæjarfulltrúar hafa áður gert við tölvu- og upplýsingatæknimálin. Helst þó bara til þess að orða það sjónarmið í þessu, af því að það kom nú fram hér í máli Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa að við höfum ítrekkað tekið af fjárframlög til snjalltækjavæðingar. Ég veit ekki hvort það er vel í lagt að segja ítrekkað. Ég held nefnilega að við höfum bara gert það einu sinni frá því að það var á annan borð farið að orða þetta sem sérstakt verkefni, en það breytir þó ekki að það er alveg rétt. Þetta var liður sem að varð að láta undan síga, en það eru auðvitað aðrar ástæður líka fyrir því, og það er kannski það að þessi málaflokkur er á tölverðri ferð, og Guðmundur Ingólfsdóttir bæjarfulltrúi kom svo sem inn á annan vinkil á þessum umræðum sem er einfaldlega snjalltækja notkun í skólunum af hálfu nemenda almennt, þá þeirra eigin tæki. Mér langar bara til að nefna í þessu samhengi að þegar við erum að ræða snjalltækjamál, þá finnst mér mikilvægt að við gleymum því ekki einmitt að ég er ekki viss að snjalltæki séu nefnilega aðal máli sem við ættum að vera að velta okkur upp úr, en snjalltæki er jú bara tæki sem að menn nota, bara eins og hamar eða blýantur eða eitthvað annað. Það sem að mér finnst mikilvægara persónulega og vil nú koma því á framfæri við þá fulltrúa sem hér sitja í nefndinni, er að það sé skoðað einmitt hvernig við kennum börnunum okkar upplýsingatækni og hvort að áhersla í kennslu eigi ekki að færast meira á forritun og getuna einmitt til þess að stjórna tækinu í staðin fyrir að vera óvirkur notandi eins og menn eru sannarlega dálítið með snjalltækin. Snjalltækin eru nefnilega verri heldur en mörg heldur en jafnvel eldri kynslóður og tölvu með það að maður ræður miklu minna það, hvernig þau virka. Það er að segja að það er mjög lítið hægt að fikta einhvern veginn í þeim. Og ég held að framtíðin, ef maður getur sagt eitthvað það með vissu hvað framtíðin byrja skauti sér, er það að þessi geta til þess að forrita og í rauninni bara skilja og tala þetta tungumál sem að tölvurnar tala er eitt af því mikilvægasta sem að við getum kennt börnunum okkar, og kannski þó ekki sé nema það að gera þau meðvituð það að það er hægt að tala við tölvur í gegnum forritun. Þannig að það var nú þetta helst sem að ég vildi koma framfæri, að í þessari umræðu allir saman tek undir það að fulla ástæða til þess að velta vöngum yfir snjalltækja notkunni, hvort sem að það er það sem að skólinn leggur upp með eða eigin notkun nemenda á snjalltækjum, en ég held að það sé kannski ekki endilega stærsta málið og ég held að við kannski þurfum ekki endilega að hlaupa á eftir því að banna notkunna. Það eru aðra leiðir til að nálgast þetta líka, en vil þó ljúka máli mínu með því að segja það er alveg klárt að minni hálfu að auðvitað getum við banna þessa notkun ef við viljum. Það hafa heyrst þær raddir að það sé brot á réttindum nemenda að taka af þeim þessi tæki. Ég ætla að lýsa það yfir hér að það tel ég vera bara helbera steypu, sem maður orðið þannig bara pent. Auðvitað getum við sett þessar reglur, en spurningin er það endilega besta leiðin til þess að kenna þessum krökkum að umgangast þessi tæki, að banna, af því að við vitum kannski öll að börn og ungmenni eru ekkert endilega alltaf þeim móttækilegustu fyrir boðum og bönnum þeirra sem eldri eru. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og orðið laust. Dagur Skylmir Óvinsson, varabæjarfulltrúi Gjörsóll. Mér langar að þakka Berglindi Hörpu fyrir góða yfirferð, forseti og aðrir fundargestir, og eiginlega Stefán Bogi starfsvoliti því sem ég ætlaði að segja, að ég hef sömulegist áhuga að heyra hvort að þið hafi rætt einhver boðabönn gagnvart snjalltækjum. Ég persónulega vona að svo sé ekki. Það er frekar að kenna nemendum í rauninni að þeir séu með heiminn í hendi sér og hvernig bera umgangast það.
En það að árið 2019 að ætla að banna þeim einhvern veginn að nota þetta í starfi og leik í skóla er bara eiginlega að mínum að þetta er fráleitt. Takk. Davíð Skírnir Óðinsson hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi kjörstjórnar. Forseti og bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að koma inn í þessa umræðu með forritun því að ég er ekki sérfræðingur í þessum hvað er hægt að gera og ekki gera með snjalltölvum og ég held faktist að við orðum það þannig í starfsáætlunni að við ætlum að endurskoða bara tækjabúnað almennt fyrir svona kennslu sem að getur nýst í þessari kennslu en ég man það þó að ég fór á ég man ekki hvað það er kallað skóla, svona það sem að skólarnir hér á Austurlandi koma saman og kynna hver öðrum hvað þeir eru að gera hér upp í Egilsstaðaskóla fyrir í haust og það var mjög áhugavert og þar meðal annars fannst mér ég vera að sjá verkefni þar sem að var sko algjörlega verið að kenna þeim að búa til sko langt í frá að nota snjalltækin bara sem einhvers konar tæki sem að stýrðu þeim heldur algjörlega að vinna sko svolítið á forritunarfasa þar sem að ýmis verkefni og mér er minnistætt verkefni sem var gert í Brúaraskóla af börnunum það og mér fannst mjög áhugavert það sem við fléttuðu saman sem sagt útivist það sem við fóru upp á Jökuldalsheiði og tóku myndir og öfluðu sér upplýsinga og settu það svo inn í með QR-kóða inn í svona einhvers konar forrit sem að það sem að maður gat svo verið að ganga þarna í hálfgerðum sýndar veruleika og skoða svo fengið upplýsingar svæði þar sem var staddur og þetta fannst mér virkilega skemmtileg nálgun á því hvernig við getum verið að tvinna saman sko náttúruna og lærdóm hana og svo með einhverjum þeim hætti sem að börn kunna orðið mjög vel á sem þessi notkun snjalltækja eða tölva og ég veit að Berglind á eftir að svara henni bæjarfulltrúa Gunnhildi Ingvarsdóttur varðandi þessi tæki, það einmitt rétt hjá henni, það var orðið breytingar þar. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli þínu. Orðið er ennþá laust. En ef að ekki fleiri óska eftir að taka til máls, þá ætla ég að biðja Berglindi Hörpu Svaðsdóttur að ljúka þessari umræðu. Gjörðu svo vel. Forseti, góða fundarmenn. Það er fínt að fá umræðu, það er bara ekki spurning. En mér langar bara svona byrja á að kannski svara Gunnhildi Ingvarsdóttur, bæjarfulltrúa. Þakka fyrir fyrirspurnina. Og þú byrjaði að nefnast á svo tölvur sem voru keyptar. Það er einmitt Chromebook tölvur. Þetta er einmitt, það voru svona borðtölvur sem voru mjög plássfrekar og í skólunum það vantar stofur, það vantar pláss og þetta var mjög góð lausn að og þær voru úreldrar þessar tölvur og þær voru bara í leigu. Það var bara skilað, það voru keyptar svona Chromebook tölvur sem í rauninni bara vagni og í báðum skólum þá bara í rauninni kom auka stofa í staðinn. Þannig að þetta er hægt bara í rauninni fara með inn í bekki og þau taka sína tölvur. Þetta eru semst Chromebook tölvur en í rauninni ekki þessi iPadar sem við erum að tala um. Það er allt annað. Þannig að þetta eru bara tölvur sem að þurfa að vera og í kennslu en búið að uppfæra á þennan hátt. Varðandi að banna snjallsíma. Við höfum ekki rætt það eitthvað mjög formlega. Ég veit að þetta er svona í umræðunni og sitt sýnist hverjum með það en þar sem við erum að skoða, við kynnum okkur vel þar sem að hefur verið gert og reynslu í öðrum skólum og svona þannig að við bara skoðum það áfram og skoðum í kringum okkur hvað er best og í staðinn fyrir að ákveða bara já, við viljum ekki, þá tökum við bara samtal við skólastjórana hvað þeim finnst og hvernig þetta hefur reynst. En það er líka með þessa tækni að hún er svo rosalega hröð að bara fyrir 10-20 árum það er bara engan grunað hvernig tæknin er núna og við öll bara með tölvur allt og erum gjörsamlega háð þessu. Þetta er bara framtíðin og en við erum augljóslega líka hrædd börnin, þau eru of mikið í svona en við megum heldur ekki að hafa þannig að við séum of hrædd við þessa tækniöld okkar þannig að það hindri í rauninni framgang hennar innan skólana.
skal ég segja, já, Stefán Bogi Sveinsson, já, þú komst þannig með bæjarfulltrúi, komst með fyrirspurn eins iPadana, sko iPadanir, já, eins og þú sagði líka að það hefur bara verið í rauninni hætt við þetta einu sinni, en varðandi iPadana að það eru þessi kennsluhættir að endurmenntun kennara núna, semst hvert einasta námskeið og svona sem þau fara á, gengur þetta alltaf út á þessa iPada og og ég komst einmitt á þetta sama námskeið og Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi var að tala að það var í rauninni svona dagur sem að allir kennarar á Austurlandi komu saman og það var verið að sýna svona nýjasta í kennslu. Þar voru, ég veit ekki hvað margir iPadar og þetta var eiginlega algjör snilld, sko, maður hefði ekki grunað það og hvað var margt hægt að gera og þetta eiginlega, já, maður þyrfti bara að fá smá námskeið í því eða allir til að fá innsýn í það. En kennarar eru náttúrulega á þessu máli og þeirra starfsendurmenntun á þessu sviði og við þurfum náttúrulega bara að hlusta á það og bara meta það hverju sinni og við munum bara halda áfram að meta það áfram og sjá hver þörfin og auðvitað þetta dýrt en það þarf náttúrulega bara að skoða þessa upplýsingatækni og þetta sem þarna hjá þeim og varðandi eins og forritun þá held ég ekki markviss kennd forritun en það hafa verið námskeið, það eru reglulega auglýst námskeið, já hvort að sé á vegum nýjungar eða skólans að það boðið upp á námi í forritun en ekki held ég innan skólans. Þetta aðalega kennsluháttur. Þannig að og þá verið að tala að þau kennarar vilja verkefnaskil og allt sé skilað á þennan hátt. Þannig en eins og með snjallsímana með símana að banna síma, við höfum bara að fara varlega í þetta og bara kynna okkur hvað verið að gera hér í kring og líka bara rannsóknir á þessu og hvað best og auðvitað viljum við gera allt sem best fyrir börnin okkar. Þannig að við ræðum þetta bara upplýsandi hátt inn á nefndar. Takk fyrir. Þakkum Berglindi Hörpu Svavarsdóttur kærlega fyrir greina góða kynningu og sömuleiðis fyrir góðar umræður málið. Við höfum þá lokið við að fara yfir þennan fyrsta lið á dagskrá. Það svona í kjölfarið á honum aðeins að minnast á það að okkur svolítið alltaf öðru hvora að verða fótaskortur á tungunni þetta með aðra og þriðju persónuna. Það var nú bæði þaulreyndir bæjarfulltrúar sem og síðurreyndir sem bara lentu í því hér áðan en við gerum okkur ekki rell út af því en við þurfum alltaf einhvern veginn að reyna að tilengja okkur þetta. Ég viðurkenni þetta sjálfur alveg fúslega, ég er ekkert alveg 100% viss um hvað reglur fyrir okkur nákvæmlega segja við eigum að segja. Ég veit bara að við höfum ekki ávarpa hvert annað í annarri persónu. Þannig að við höfum þá bak við eyrað. Við göngum þá til annars dagskrárliðar sem fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, það 457. fundur nefndarinnar og það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundamenn. Já, það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs 457. fundur sem haldið var 11. febrúar síðastliðinn. Fundargerðin hún í 13 liðum sem þarna liggur fyrir en það eru 3 liðir teknir sérstaklega út. Og það þá fyrst liður 2.1 sem fjármál 2019 og þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að bæjarstjóra Fljótsdalshéraðs verði veitt umboð til að veita umsagnir tækifærisleyfi fyrir einstaka skemmtanir og atburði sem fara fram utan veitinga- og gististaða í atvinnuskyni og kalla á eftirlit og eða löggæslu samanber 17. grein laga nr. 85/2007. Umsagnirnar verði veittar fyrir hönd sveitarfélagsins og í umboði bæjarstjórnar. Þá það liður 2.7 sem norrænt samstarfsverkefni betri bæi 2018. Kjartan Róbertsson, yfirmaður Eignasjóðs og Anna María Þórhallsdóttir, arkitekt, mættu á fundinn til að fara yfir hugmyndir að nýtingu hússins að miðvangi 31 og rýminu inn í því. Og eftirfarandi tillaga lögð fram
Að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn þær útfærslur sem þar voru kynntar. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að Guðfinna Harpa Árnadóttir, formaður umhverfis- og framkvæmdanefndar og Stefán Bogi Sveinsson, forseti bæjarstjórnar, fari í næstu kynnisferð til Danmerkur ásamt fulltrúum úr starfshópnum. Og það er liður 2.9 húsnæðisáætlanir sveitarfélaga og það er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og lítur svo á að breytingar á forsendum milli ára gefi ekki tilefni til að breyta þeirri húsnæðisáætlun sem samþykkt var að bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs 2. maí 2018. Bæjarstjóra falið að láta uppfæra dagsetningar í áætluninni og skila henni þannig til Íbúðalánasjóðs. Mér langar kannski aðeins að fara hér inn á lið 2.7 sem er norrænt samstarfsverkefni Betri bæi. Þetta verkefni hefur komið reglulega, já, ég get sagt reglulega inn á fund bæjarráðs frá því að sveitarfélagið ákvað að taka þátt í þessu verkefni. Þarna hafa komið fram ýmsar tillögur og það hefur bara þróast aðeins þetta verkefni og varðandi húsi. Og það sem er hugmyndin núna varðandi það sem við erum þá að fara líklega að samþykkja þessar breytingar, þessar útfærslur á húsinu, er í rauninni að þetta verður mjög áþekkt og er í dag. Það sem er í miðju húsinu, það sem er kaffistofa og salerni og resting, þar verði þá fundarsalur og skrifstofurými og í fundarsalunum verði smá svona eldhúsaðstaða, kaffiaðstaða eins og svo er salerni og resting. Þetta er hannað þannig að það sé hægt að opna inn í hluta af þessu rými til að ná nýtingu þá hinum bílunum sem eru svona þá frá miðjunni og bæði til hægri og vinstri. Þannig að þetta er bara mjög skemmtileg útfærsla á þessu verkefni. Og kannski bara svona til upprýfuna þá er þetta er verkefni á vegum norrænu ráðherranefndarinnar sem veitir fé inn í þetta verkefni ásamt framlagi sveitarfélagsins. Held ég ekki meira í bili og fundargerðin er lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum öðrum lið. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn, það er liður 2.7 sem ég ætla að koma aðeins inn á. Bæjarfulltrúi Anna fór yfir þetta og þessar hugmyndir og það er ekkert nema gott það eitt að segja. Hitt svona mál að mér finnst nú bregða nokkuð nýtt við að það skuli eiga að senda 5 aðila úr landi vegna þessa verkefnis. Mér finnst það vera býsna vel ílagt og þó svo að menn geti þá kannski koma hér upp á eftir og segja að þetta sé greitt úr þessu verkefni, þá er það litla sem ég veit þetta, þá er einfaldlega minna, eftir því sem við eyðum meira í svona dæmi, þá er einfaldlega minna til framkvæmda. Ég er nú eldri en plæfitur aðeins að það var byggt þarna næstu hús þarna við hliðina. Það kostaði 1,5 milljarð. Það starfaði þar byggingarnefnd svo árum skipti og fékk aldrei krónu fyrir þá fundarsetu. Svo ég nefni það nú. Það var hér fyrir nokkrum árum síðan, þá tók sveitarfélagið þátt í ásamt með Fjarðabyggð hugmyndum að byggja upp aðstöðu þannig að það væri hægt að nýta olíuauð á Drekasvæðinu. Þetta var
býsna stórt dæmi, þetta var milljarða fyrirtæki og þá þótt okkur bara býsna strembið að senda einn mann úr landi til þess að kynna sér mál út í Aberdeen. Nú erum við að fara í þetta litla sæta og krúttlega verkefni og erum búin að senda menn úr landi, okkar ágæta fólk úr landi til þessara, en nú ætlum við að bæta betur og senda heila 5. Mér sko á meðan það ekki útskýrt fyrir mér, þá finnst mér þetta allt og vel í lagt. Þið skulle ekki halda það ég hef á móti því að menn kynni sér þetta, en ég held að væri kannski allt til að það færi 2 aðilar. Á meðan þið útskýrið þetta ekki betur fyrir mig og það kemur ekki fram hér, eins og svo oft þegar þið stofna til útgjalda hjá bæjarráði, að þá upphæðin tilgreind og það er líka tilgreint af hvaða lið á að taka þetta. Það er hvorugt þarna inni og ég ætla nú á meðan það verður ekki allavega útskýrt betur hvort að þetta er nauðsynlegt, þá vil ég nú biðja bæjarráð að taka þetta, eða hefði ég beint því, eða semst lagt það til að þessu verði vísað aftur til bæjarráðs og máli skoðað. Því að ég held við getum náð alveg sama árangri. Nú er ég kannski orðin ljóti kallinn sem er að stela jólunum, ég vona að það sé nú ekki þannig, en ég meina þetta að ég held að við þurfum sko einn úr hópnum og einn úr pólitíkinni. Er það ekki nóg? Skulum ekki fara í eitthvað braggadæmi. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætt að funda fólk. Það er liður 2.7 sem að hér er til umræðu og ég vil nú, þrátt fyrir að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hafi vitnað til þess að hann teldi sig vera að vinna sinni titillinn vondi kallinn eða hvað það var, þá ætla ég nú samt sem áður að fagna því að þetta sé tekið upp til opinber umræðu, líka vegna þess að mér finnst það bara sína ákveðið heilbrigði í því aðhaldshlutverki sem það verður að vera, og það er alveg rétt, það verður að vera ákveðin svipa á okkar kerfi og það hefur verið það undanfarin ár. Gunnar Jónsson fór hér vel yfir það að við höfum ekki gert mikið af því undanfarin ár að senda fulltrúa erlendis. Það hefur þó alltaf verið gert í einhverjum mæli, en oft hafa það verið 1, kannski 2. Kannski er þetta líka til marks það að við höfum meiri sveigjanleika núna heldur við höfum haft undanfarin ár fjárhagslega. Og það að við tókum þá ákvörðun á sínum tíma að fara inn í þetta verkefni, það lágu þetta í þeirri samþykkt að það yrði að kosta einhverju til verkefnisins. Og það, svo ég svarði því sem varðar fjármálin per se, að það koma framlög til verkefnisins frá Norrænu ráðherranefndinni. Að auki að þá er ferðakostnaður fyrir 2 greiddur af verkefninu. Síðan hefur verkefni fengið úthlutað fjármunum frá umhverfis- og framkvæmdanefnd sem voru 2 milljónir fyrir árið 2018 og 2 milljónir fyrir árið 2019. Þannig að það er gert ráð fyrir þessu innan fjárhagsáætlunar. Það þarf ekki að bóka þess vegna einhverja auka fjárveitingu. Hvers vegna þetta er ekki tilfært á liði get ég ekki nákvæmlega sagt til en bendi þó á það að tilfelli er þetta verkefni reyndar, það kemur fram á nokkrum bókhaldsliðum vegna þess að tekjustreymið að koma tekjur með 2 hætti inn sem stendur greiddur ferðakostnaður og svo framlög. Að auki reyndar tökum við framlögum sem við greiðum síðan öðru samstarfssveitarfélagi sem er Mosfellsbær. Þannig að það þetta kemur fyrir á nokkrum stöðum í bókhaldinu og kannski hefur það bara verið tilfellið að það hefur ekki verið gott að setja þetta niður á 1 lið vegna þess að þú þarft að hafa einhverja heildarmynd og þá tekur þetta saman á nokkrum liðum, þetta fjárstreymi. En það er alveg á hreinu og hefur verið margoft farið við það innan starfshópsins og kom fram innan bæjarráðs. Þetta er innan þeirra fjárheimilda sem að verkefninu eru markaðar.
Þá kemur aftur að spurningunni, þörf á að senda þennan fjölda? Og það alltaf matsatrið. Það ekki takt að fara neitt í grafgötu með það. En ég ætla þó að segja að þegar við gengum inn í þetta verkefni, þá kannski skorti dálítið á einmitt vitund fulltrúa í pólitíkinu það hvað það snerist. Og að sumu leyti hefur það þróast mjög mikið með tímanum, það að segja. Það hafa verið farnar nokkra ferðir af hálfu starfsmanna sem fengu þetta verkefni í fangið til þess að vinna með þessum samstarfssveitarfélögum á öllum Norðurlöndunum, skiptast á hugmyndum og markmið auðvitað að bara einfaldlega, eins og kemur fram, betri bæir. Við erum komin á þann stað að nú þurfum við að fara að framkvæma það sem áður hefur verið á hugmyndastigi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að sem flestir hafi góða vitund það hvað við ætlum okkur eiginlega. Hér áðan í kynningu Guðfinnur Hörpu og Árnadóttur, formanns umhverfis- og framkvæmdanefndar, kom fram með orðið samfélagssmiðja, sem ég held að sé ágætt. Það þýðing á hugtakinu Town Lab og það það sem við erum að fara að byggja í miðvangi 31. Ef við ætlumst til þess að þetta verkefni gangi vel, þá held ég að við þurfum að fylgja því vel eftir og það sé bara betra fyrir verkefnið að heldur fleiri en færri fari í þessa upplýsingaöflun, vitum hvað þetta snýst og geti fylgt því eftir hér á heimaslóðum svo þetta gangi upp. Og þannig að það svona kannski ef spurt hver ástæðan fyrir að senda 5, af hverju 5 en ekki 4, af hverju 5 en ekki 2, auðvitað 5 engin sérstök töfra að tala. En í þessu tilfelli þá var talið að það væri talsvert mikilvægt að það væru pólitíski fulltrúar sem fylgdu með til þess að geta fylgt verkefninu svolítið í gegn og þá alltaf með það í huga að líkurnar á því að þetta takist vel aukast með því að menn viti dálítið vel hvað menn að gera. Hver eru markmiðin? Og að við sjáum fyrirmyndirnar. Og ég nefndi það nú ekki áðan sem ég ætlaði að gera einmitt. Þessi ferð sérstaklega sett upp til að skoða fyrirmyndir af slíkum samfélagssmiðjum. Það að segja, hvernig eru svona smiðjur reknar? Hvað gerist þar? Hvernig utanumhaldið? Og ef okkur á að ganga þetta vel, þá held ég við þurfum á þessum hugmyndum að halda. En ég skil vel að það komi fram athugasemdir og ég held að sé gott að komi fram athugasemdir, menn verða að spyrja sig, þetta réttlætanlegt? Ég svara fyrir mig persónulega, já, ég held að þetta sé réttlætanlegt vegna þess að velgengni verkefnisins getur ráðist af því að menn þekki dálítið vel til þess hvert menn að fara. Það kannski ekkit sérstaklega veldi fundið að ég standi hér og svari Gunnar Jónsson bæjarfulltrúa og þar sem verið að leggja til að ég fari þarna út. En ég ætla þó að segja það að ég hér til að svara vegna þess að ég þekki hans til verkefnisins, vegna þess að ég farið út áður. Og það hefur komið í hlut þess sem hér stendur að þeir mynda að fylgja því svolítið eftir pólitískt og það kannski vantaði pólitíska tengingu í þetta verkefni framan. Og það kom alveg til greina að það færi einhverju aðrir út og var meira sér rætt, en þetta var niðurstaðan, þetta verið skynsamlegt, auk þess að það var talið mjög mikilvægt að það færi fulltrúi frá umhverfis- og framkvæmdanefnd vegna þess að það hafði ekki gerst áður. Og það nefndin sem að halda utan framkvæmdina í húsinu. Þannig kannski réttlætast þessir 2 fulltrúar og síðan eru það þá fulltrúar og starfshópnir sem eru starfsmennir og þeir hafa fengið það valda ákveða dálítið hver þörfin á að þeir fari í einstaka ferðir. Það hafa ekki alltaf allir þessi 3 starfsmenn farið í ferðir sem tengist þessu verkefni, þeir hafa farið 2 eða jafnvel 1 held ég. Þannig að það hefur verið með ýmsum hætti. Ég held að kostnaðurinn verði ekki þannig að við þurfum að hafa ágjör því að menn sé að sóa peningum. Þetta ekki það dýr ferð, þó auðvitað kosti alltaf að fara til útlanda. Ég vil líka benda á, ég vil koma því á framfæri að ég veit til þess að frá Mosfellsbæ fara 5. Þannig að þetta ekki eitthvað sem við erum að taka upp hjá okkur að það sé einhver sérstök þörf fyrir 5 þannig lagar. Ég bendi bara á það til þess að segja að það eru fleiri sem að meta þetta með svipum hætti. Að þetta sé ferð sem sé mikilvægt að nokkrir aðilar komi með í til að afla þessar upplýsingar. Og svo að lokum svo ég komi aftur í hring og tala það hversu viðeigandi eða ekki viðeigandi það að ég sé hérna til þess að fara yfir þetta. Ég ætla að segja það, vinnuferðir af þessu tagi þær hætta mjög fljótt að vera skemmtilegar. Það ég held að það sé sammerkt með öllum sem að þurfa að ferðast eitthvað vegna vinnu að þeir upplifa það með þeim hætti að það býsna gaman að fara svona fyrst og svo fer það að verða bara frekar þreytandi.
Ég ætla nú að reyna að láta mér ekki leiðast verulega í þessari ferð, en ég ætla að segja það, þetta er engin árshátíðarferð. Svo því sé nú komið á framfæri líka. En ég vona að þetta hafi orðið til þess að svara með einhverjum hætti vangaveltum Gunnars Jónssonar bæjarfulltrúa hér, og ég myndi nú mælast til þess að við afgreiðum þetta frekar héðan heldur en að vísa þessu aftur í bæjarráð, kannski ekki síst út frá því að við höfum falið ákveðnu starfsfólki og sveitarfélaginu að mynda þetta verkefni starfshóp. Það er ekki síst þeirra mat að það sé tilefni til að senda þetta marga fulltrúa í þessa ferð. Það er ekki þar með sagt að það verði gert framvegis. Það munu verða aðra ferðir og reyndar munu líka fulltrúa koma til Íslands vegna verkefnisins. Og ég held að það sé rétt að við treystum þessu mati þeirra sem við höfum fengið til að vinna að verkefninu þannig að þetta verði klárað með sóma, af því að þau hafa sannarlega unnið af þessu verkefni af skynsemi og þeir kjörnu fulltrúar sem raunar hafa farið þarna. Ég vona það að við getum sagt að við höfum farið af skynsemi, og þetta er innan þeirra fjárheimilda sem verkefninu eru markaðar. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sinni og orðið er laust. Kristjana Sigurðardóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn, kemur undir lið 27 fyrir ekki. Það var að tala um þetta sé innan marka fjárhagsáætlunar. Þá var mér bara spurn, þarf alltaf að klára, getum við sparað einhvern tímann og þurfum ekki að fara alla leið og fara að eyða öllum peningunum sem er lagt í þetta. Takk. Kristjana Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og orðið er enda laust. Það eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi. Já, forseti, góður fundamenn. Það er liður 27. Ég vil nú bara þakka þessa yfirferð og hún var ágætt. Eftir stendur samt í mínum huga þetta sem að ég sagði, að ég teldi kannski að tveir gerðu sama gagn, og það sem að ég sakna aðeins í svari bæjarfulltrúa Stefáns Boga hér áðan, og ég spurði upphæðina. Hún kom ekki fram. Ég var nefnilega lengi hérna í bæjarráði og það var bara alveg ótrúlegt hvað við vorum hörð á því að bóka upphæðir og líka liði. Það stendur svolítið í mér, og ég ætla bara að vona að þeir sem fari í þessa ferð, Stefán, ég hef ekkert á móti því að þessi skemmtilegt vinnuferð, það er bara til bóta og það skilað frekar árangri. Þið megi ekki skilja þetta þannig að ég sé á móti því að menn kynna sér þetta. Ég velti þessu aðeins upp hvernig þetta ber að, akkur er þetta ekki skráð niður. Þetta var ég búinn að ræða hér fyrir fund og hef ekki fengið svör við. Þetta vandist ég við hér í árum saman, þetta var alltaf gert, alveg í smæstu atriði. Og hvar er þetta tekið og allt það? Og þessu, ég hefði helst vilja sjá svör við þessu. En ég heyri það er ekki sérstök ánægð með það að biðja ykkur um að taka þetta fyrir aftur, og það er svo sem tvær hliðar á því. En ég ætla bara að segja ykkur það að ef þetta er svona óbreytt þá ætla ég að sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti og góðir fundamenn. Það er liður 27 og það er rétt sem bæjarfulltrúi Gunnar Jónsson nefndi. Hann var búinn að nefna þetta fyrir fund og sjálf ætlaði ég að vera búinn að heyra í honum, en fór á fund á Borgarfjörð í mjög skemmtilegri ferð og var þar í samstarfs
félags- og fræðslunefndar starfshópnum fyrir samstarfsverkefni, þannig að ég bara datt í hús rétt fyrir fundin hérna í dag. Verkefnið er ekki á forræði bæjarráðs. Það er ekki vistað inn í bæjarráði. Starfshópurinn með þetta verkefni sem leiðir þetta verkefni, þeir leggja upp línurnar. Þeir eru óska eftir, þeir komin á bæjarráð til að taka samtalið þar, varðandi húsnæði. Þeir óska eftir að fá fulltrúa með í ferðina. Verkefnið er á forræði annarra. Og þeir halda utan um fjárhagsáætlunina, þeir meta, þannig að þeir eru með þá hvaða, þetta er ekki að fara, bæjarráð er ekki að ráðstafa þessu á einhverjum ákveðna liði sem bæjarráð hefur með að gera. Og þeir leggja upp verkefni. Og í svona samstarfsverkefni, hvort eru norrænu samstarfsverkefni eða Evrópuverkefnum, þá setur einhver hópur verkefnisins, fulltrúar frá hverju landi, þeir setja línur það hvernig verkefnið er unnið, hvar er verið að hittast. Þeir komu hér síðastliðið sumar, var það ekki? Mér minnir að það verið síðastliðið sumar eða haust sem hópur kom hingað og þessi starfshópur hér á vegum Fljótsdalshérðar tók á móti þeim og skipulagði þá ferð hér og þess áttar. Þau leggja þetta upp svona. Fundurinn sem var seinast þegar 2 bæjarfulltrúar fóru, annars vegar bæjarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson og hins vegar Steinar Ingi Þorsteinsson, þeir fóru í þá ferð. Þá var sérstaklega óskað eftir að það kæmi pólitísk kjörnir fulltrúar. Þannig var sá vinnufundur lagður upp. Og hugmyndin var að það færi sömu fulltrúar, það var í upphafi þegar var farið að ræða það að fara að skoða þetta. Bara annar bæjarfulltrúinn baðst undan ferðinni og þá var það rætt í þessum hópi að það væri gott að fá formann umhverfis- og framkvæmdanefndar með, sem ég svo sem ger ekki athugasemdir neitt við og þess vegna samþykkti ég þetta svona inn í bæjarráði, vegna þess að verkefni eru á forræði annarra sem telja að þetta sé leiðin sem er farsæl fyrir verkefni, og þeir hafa bara með þessa fjársáætlun og þessa fjármuni sem er búið áætli í verkefni að gera. Þannig að það styttist í þessa ferð, ég man ekki alveg með hvernig dagsetningin er. En hvort hún sé bara núna 7. til 8. mars. Já, upphaf 7. til 8. mars, þannig að já, ég held að það sé þó að hvort sem við þyrftum bara, myndi ég telja ef við erum ekki að samþykkja 2 kjörna fulltrúa inn í þetta að þá þarf bara kannski nefndina, starfshópurinn sem hefur með þetta verkefni að gera. Mér finnst það að vera svolítið þeirra að skoða það. Ekki fleiri bili. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Gunnhildur Ingvarsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og starfsmenn. Mér finnst einhvern veginn að þetta litla verkefni verið orðið gríðarlega stórt verkefni. Og ég svo sem ekki mikið pælt í þessu verkefni þó ég hafi náttúrulega vitað af því, en ég er náttúrulega margsvísari núna eftir þessar umræður. Og ég verði að taka undir það, mér finnst þetta orðið svolítið viðamikið. Þannig ég verði nú eiginlega að taka svolítið undir orð Gunnars Jónssonar bæjarfulltrúa að þessi mikið í lagt. Ég hef líka verið að undra mig á því að hvað með alla tæknina sem er nú í dag, að menn geti ekki skipt á upplýsingum í gegnum einhvern búnað, en þurfi ekki að vera að fara og flakka milli landa svona í mörg skipti fyrir að því manni finnst svona einhvern veginn að þetta ekki vera, eða mér einhvern veginn fundist að það, ég er það bara að miskilja að mér finnst þetta ekki vera svo gríðarlega yfirgrips mikið verkefni í raun og ekki svo mikið til dæmis sem að á að gera í þessu húsi, ekkert gríðarlega framkvæmdir þar með það
það sem núna. Þannig ég er ekki alveg að ná upp í hversu rosalega þetta orðið dálítið við yfirgripsmikið verkefni, sko. Þannig að, og ég get alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Gunnar Jónssoni að við verðum náttúrulega bara að vera með aðhald í fjármálunum. Það alveg sama úr hvaða sviði það tekið, sko. Við þurfum náttúrulega bara að halda okkur í öllum sviðum, hvað sem Þannig að ég svo sem ekki meina tillögu, en ég vil bara svona segja mína skoðun á þessu, að ég svolítið hissa á hversu þetta orðið eitthvað yfirgripsmikið og virðist vera orðið svolítið kostnaðarsamt, sem að í mínum huga kannski ekkert svo gríðarlegt verkefni, sko. Ég það bara algjörlega að miskilja þetta. En þannig að eins og ég ekki komið með tillögu, en ég væri alveg til í það að menn myndu aðeins skoða þetta betur. Hvort það sé kannski eitthvað hægt að gera til þess að minnka umsvifin. Takk fyrir. Guðmundur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, góðir fundamenn. Mér langar svona aðeins að, maður kemst, ég verð að segja líka, maður kemst aðeins inn í þetta mál. Mér finnst þetta líka svolítið yfirgripsmikið, en það sem ég er að spá í líka, hvað við erum að setja mikið pening í þetta og áætlaða framkvæmdir, ég veit ekki hvort sé 10 milljónir eða eitthvað í húsi, en ég bara velti fyrir mér eins og deiliskipulaginu, ég held að það sé ekki gert ráð fyrir þessu húsi en svona á þessu svæði. Þannig að hvort það eigi síðan að rífa það eitthvað tíman eða eitthvað þetta svona bara hugleiðing hvort við séum að setja peningin á rétta staðinn. Auðvitað voru það aðrir sem tóku ákvörðun að halda þessu verkefni áfram og maður svolítið svona hugsi yfir þessu. Ég alveg hugsi við því. Það nógu dýrt að flytja fólk til Reykjavíkur, en kannski ekki erlendis og svona marga. Þannig að ég held að allar þessar hugleiðingar eigi bara rétt á sér og ég held að þurfum bara svona verða bara kannski bara betur upplýst og að þetta sé þá eitthvað varalegt sem við erum kannski að leggja fram eða það sé ekki verið að fara að taka þetta hús í burt eftir ákveðin tíma út af það verður eitthvað annað skipulagt á þessu svæði. Þannig að ekki nema ég sé kannski að miskilja eitthvað með það. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið ennþá laust. Og fleiri vilja leggja orðið í belg. Mér langar kannski til þess að Stefán Bói Sveinsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætt að funda fólk. Það liður 2-7 og ég vil nú segja að það hefur Políönu heilkennið í mér hefur tekið sig upp vegna þess að það sem þó afar jákvætt við þetta það að mér heyrist að býsna margir bæjarfulltrúar séu að vakna til vitundar að verkefni sé í gangi. Og það kannski ágætt út af fyrir sig að við skoðum þetta alltið hvað við ætlum okkur að gera þarna og ég heldur raunar að verkefni sé býsna spennandi. Þessar smiðjur hafa mér vitalega ekki verið reyndar í þessari mynd hér á landi áður og þess vegna erum við að sækja út fyrir landsteinina eftir fyrirmyndum. En og aðeins í tilefni af því sem kom fram í máli Guðmundar Ingvarsdóttur bæjarfulltrúa að þá ætla ég að upplýsa að ég veit að þá hafa þeir starfsmenn sem eru að taka þátt í þessu verkefni að þeir funda mjög reglulega í gegnum Skype til dæmis með sínum samstarfsaðilum í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Þannig að verkefnið rekið áfram býsna mikið í gegnum þessar tæknilausnir sem á að minnst en það eru ákveðnir póstar sem að það hefur verið metið svo að hálfa verkefni sem þessi mikilvægt að mann komi saman til þess að skiptast á upplýsingum og ná saman og þær ferðir eru nokkrar. Þessi ferð sérstaklega sem að hér hefur verið til umræðu, hún reyndar bættist við í vinnu þess hluta af þessum sveitarfélögum sem að vinna sérstaklega með þessar samfélagsmiðjur. Þá var ákveðið einmitt að menn varu komin á þann stað í verkefninu og menn sæju fram á það að vera að koma þessu í gagnið en það var líka sameiginlegt mat manna að
það væri ástæða til þess að skoða fyrirmyndir betur, til þess að hafa meira í reynslubankanum þegar menn fær að keyra verkefnin í gang, og þess vegna var ákveðið að setja þessa ferð upp. Þannig að ég held að það sé svo það komi sem sagt fram að þetta vissulega viðbót við það sem var uppalega gert í verkefninu, svo það sé alveg skýrt, gert ráð fyrir verkefninu, og síðan líka það að það mjög mikil vinna sem að fer fram á milli þessara ferða. Nú, aðeins vegna þeirra athugasemda sem framkom hjá Kristínu Sigurðardóttur hérna áðan, ég tek bara heils hugar undir það þarf ekki að klára fjárveitingar. Og það heldur ekki verið að gera það með þessu, það ekki verið að leggja upp að við getum sendt svona marga vegna þess að við eigum svo mikið pening á verkefninu. En þegar við afgreiðum ákveðna fjárheimildir til verkefnisins, að þá setjum við það í hendurnar á þeim sem að keyra verkefnið, að meta svolítið hvernig þeir nýta þessu fjármuni. Og það var matið í þessu tilfelli, það var ástæða til þess að nota þá til upplýsingaöflunar með því að fara í þessu kynnisferð. Og það kemur svolítið inn á það sem að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi spurði hérna sérstaklega eftir áðan upphæði og liði, og það alveg, ég kannast alveg við það sem fram kom í hans máli, að við gengum dálítið hart fram í því að bóka upphæðir. En ég held samt að í þeim tilfellum þá var nú býsna oft að ræða verkefni eða beiðnum styrki eða verkefni sem að við vorum að koma fyrir á liðum sem voru í eðli sínu ætlaði sem svona ákveðni safnliðir fyrir eitthvað almennt eins og kynningamáli eða þess áttar, og þá vorum við bæði að samþykkja sem sagt að greiða féð og hvaðan það kæmi. Í þessu tilfelli búið að samþykkja fjárheimild til verkefnisins, og það held ég á ansi mörgum svona liðum þar sem að við erum þá samþykkjum við fjárheimild, og síðan það starfsmenn sem að taka ákvörðun það hvað nákvæmlega greitt með þessum fjárheimildum. Þannig ég held að þó að það sé algengt að við höfum verið að bóka upphæðir á liði, þá ég ekki viss það gildir nákvæmlega sama þetta og gildir það sem við höfum verið að iðka það. En auðvitað, og ég tek svolítið undir það sem kom fram líka hjá Önnu Alexandersdóttur bæjarfulltrúa, í þessu tilfelli þá verkefnið ekki beinlínis á forræði bæjarráðs, en hluti af niðurstöðunni af því að kjörnir fulltrúar kynntu sér þetta betur meðan með því farið þess að ferð var það væri mikilvægt að auka upplýsingagjöf inn í bæjarráð frambgang verkefnisins. Og þess vegna var verið að koma nokkur reglulega þetta inn með upplýsingar þetta, en eins og við sjáum bara hér á þessum fundi að þá málið sömulegis verið hjá umhverfis- og framkvæmdanefnd, og þar verið að samþykkja fjárveitingu til framkvæmda út af þessu. En spurning Gunnars Jónssonar upphæðir, það ég verð að lýsa því að það svolítið erfitt að spyrja þeirra spurningar hér og nú, en ég veit ekki hver upphæðin og það að hluta til vegna þess að ég held að sé ekki búið að ganga frá öllum endum á ferðinni, meðal annars ferðakostnaði erlendis og þess áttar, þannig að ég get ekki nefnt tölum, en þetta nú kannski ekki flókið að sjá fyrir sér að þetta flug til Reykjavíkur, flug til Kaupmannahafnar og tilbaka og gisting í 2 nætur. Hluti af þeim kostnaði endurgreiðsla verkefninu. Hluti af kostnaðinum borin uppi af þessu verkefnafé sem sveitarfélagið hefur ástætt við þetta. En ég heyri það að bæjarfulltrúum það kannski óljúft að samþykkja þetta, og ég get kannski sagt fyrir mitt leyti að ég ekki einu sinni viss það að það hafi vegna þess hvernig verkefninu fyrir komið, að þá það ekki einu sinni þörf á því þannig lagað að þetta sé samþykkt. Þannig að ég ætla nú bara að gera það tillögu minni og geri þá breytingatillögu hér við þá tillögu sem hér lögð fram, að við fellum út allt annað en það sem stendur í fyrstu setningu tillögunar. Ég efast ekkert það að þessi umræða, hún ratar á borð starfshópsins, og ef að starfshópurinn tekur þetta til sín og endurskoðar, þá held ég að það sé bara allt í góðu lagi með það. En ég játa það, ég dálítið óánægður með það að heyra það
að menn telja í rauninni að það sé verið að fara vitlauslega með fé með þessu. Ég svona, af því að ég get alveg sagt allavega fyrir mína parta að það stóð ekki annað til af hálfu þess sem hér stendur heldur en að reyna að auka þekkingu sín á verkefnum til þess að tryggja velgengni þess í framtíðinni. En ef að þetta er afstaða bæjarstjórnar til þess að þá held ég að það sé betur því sé þannig betur komið að við fækkum í þessum hópi og að svo sem hér stendur fari ekki neitt. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur fólki máli sínu. Já. Ég bara búin að koma eins. Já, Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góðu fundarmenn. Mér langar aðeins að fara yfir bara svona almennt svona samstarfsverkefni. Ég þekki það aðeins úr minni vinnu, það mínu starfi í Austurbrú, það eru svona reglulega tekið þátt í svona samstarfsverkefni, bæði evrópskum og norrænum og alla jafna þegar menn samþykja að taka þátt þá eru menn ofta að samþykja alltaf 40% mótframlag á móti þeim styrk sem inn kemur. Og ég tek undir, ég hef tekið þátt svona verkefnum, en þetta eru svona verkefni sem ég sækist ekki droslega eftir að taka þátt í. Mér finnst oft þessar ferðir ekkert, en mér finnst ég hafa eitthvað betra, fyrir mig annað betra við tímann að gera. Ég ætla bara að segja ykkur, ég fór sem dæmi, þá fór ég á upphafsfund út í Belfast í haust á verkefni innan Austurbrúar. Mér fannst þetta pínu tímaeyðsla, en þarna var kona frá Hjallandseyjum sem er bara doktor í svona samstarfsverkefnum að mér skilst. Af því að ég var alveg, akkur gátum við ekki tekið þetta bara í Skype. En hún sagði bara fyrir framgang verkefna í svona samstarfsverkefnum er gríðarlega mikilvæg að hittast. Í þessu verkefni var settur einhverju 4 svona snertifundir viðsvegar á milli landanna sem voru. Hún vildi fjölga þeim. Að meðan við sem vorum að bremsunni hér á Austurlandinu náttúrulega fyrst að fljúga suður, því að þetta náttúrulega, stundum rúmast þetta ekki innan þeirra marka sem ferðakostnaður verkefnisins greiðir. En hún sagði bara hennar reynsla er svo að af svona verkefnum þá eru bara snertifundir rosalega mikilvægir. Og nú er þetta bara svona almennt svona verkefni, þannig að þetta er svona, það var tekin ákvörðun að taka þátt í þessu verkefni. Og þá finnst mér líka að við þurfum að bera trausti þeirra sem þetta verkefni leiða. Að leggja mat á það hvernig fjármunum sem varið í þetta verkefni er best fyrir komið, hvað er best fyrir verkefni og fyrir framgang verkefnisins. Ég ætla ekki að leggja mat á það. Ég hef alveg fengið margar kynningar á verkefninu sem slíku hér og það er ekki bara þetta hús. En ég hef ekki spurt, ég meina, ég treysti fólkinu þeirra sem þetta leiða til að vera innan þeirra marka fjárhagsramma sem þetta verkefni hefur. Þannig mér finnst við þá svolítið vera að stíga inn í, jafnvel svona lýsa vantrausti á þeirra vinnu. En ég ætla svo sem ekkert að hvort sem við höfum þetta fyrstu setningu bara þarna inni í þessari tillögu, við skulum bara, en allavegna þá erum við við þurfum, þegar við erum búin að committa okkur í að taka þátt í verkefni, þá verðum við náttúrulega bara að taka þátt í verkefninu og treysta þeim sem við höfum valið hjá okkur til að leiða verkefni til að gera það sem besta hátt fyrir verkefni. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég vil nú byrja því að segja það að ég held að bæjarstjórnin sé ekkert að vakna til neinar vitundar þetta verkefni fyrst núna. Þó menn séu hér að koma upp og lýsa ákveðinni undrun hér á þessari tillögu sem liggur fyrir bæjarstjórninni. Ég veit það allavega fyrir mína hönd og ég held félaga minna í minnihlutanum, þá höfum við bara fengið virkilega fínar upplýsingar þetta og höfum fylgst með framgangi verkefnisins og teljum það jákvætt. Svo því sé nú algjörlega haldið til haga. Það enginn, held ég, sem að hér hefur verið að koma upp að mæla eitthvað gegn þessu verkefni eða efast það að það sé góðra gjalda vert. Ég líka á því að hér sé ekki heldur verið að leggja til eða ég met það svo að í orðum bæjarfulltrúa Gunnars Jónssonar liggi ekki sú skoðun að það eigi ekkert endilega að senda fulltrúa pólitíkurinnar þarna út. Það hins vegar spurningin hvort það þurfa að fara 2 og hvort að allur starfshópurinn þarf að fara. Bæjarfulltrúa Anna Alexandersdóttir segir að við eigum að treysta fólkinu sem að stýra þessu verkefni til að ákveða þetta og ég treysti þessu fólki alveg til að sinna þessu verkefni. Hins vegar það beinlínis hlutverk okkar að fylgjast með útgjöldum sem að bæjarfélagið að leggja í og ég sé þess vegna ekkert athugavert við það ef við höfum skoðanir á því hvort við erum að senda 2, 3 eða 5 fulltrúa til svona verkefnafundar erlendis. Ég hef nú líka tekið þátt í svona samstarfsverkefnum og ég get verið sammála því að snertifundir eru mikilvægir og í þeirri stofnun sem ég starfa þá eru svona samstarfsverkefni. Þar hefur hins vegar kannski líka oft og í þeim verkefnum sem ég hef komið nálagt mjög gjarnan verið höfð sú vinnuregla að það fer einhver á snertifundinu svo hefur hann ákveðið hlutverk heim kemur, það að kynna það sem að hann hefur komið stað, fara yfir og upplýsa þá sem heima sátu til þess einmitt að dreifa þekkingunni. Ég get bara tekið undir það að mér finnst vel í lagt fyrir lítið verkefni að senda 5 aðila erlendis og þar með ég ekki að leggja á nokkurn hátt einhvern dóm á það að starfshópurinn sé ekki færum að sinna þessu að leggja mat á þetta. Mér finnst bara þessi umræða eiga fyllilega rétt á sér og ég held að bæjarfulltrúum sé alveg treystandi til þess að taka þetta hér upp og ræða bara í rólegheitum hér okkar á milli. Við erum ekkert, það er engin hér að gera þetta einhverju persónulegu máli, þetta snýst bara frekar það hvort að það sé nauðsynlegt að senda svona marga til þessa snerti fundar. Svo mættum við nú líka hugað kolefnissporinu. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Ef að ekki fleiri óska eftir því að taka til máls, þá held ég að mælendaskrá teljist vera lokað og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það þó fyrst liður 2.1 fjármál 2019 og þar borin upp svo tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillögunni gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Það var það næst liður 2.7. Forseti tók því nú sem svo að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefði nú svona meira orðað hugmynd heldur en forma tillögu vísun á málinu. Þannig að ég lít svo á að það liggi fyrir ein breytingatillaga sem var að fella út allt sem að koma eftir fyrstu setninguna sem svo tillaga sem það sem hér situr flutti áðan. Þannig að ég ætla að bera upp þá breytingatillögu, það að segja að það falli út úr bókuninni allt eftir útfærslu sem þar voru kynntar. Er það skýrt hvað borið hér upp? Þá ætla ég að bera það undir atkvæði. Já, bara allt fyrir aftur að dettur út. Ég ætla að bera þetta upp, þessa breytingatillögu, þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða.
Og þá ætla ég að bera upp tillöguna svo breytta að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn þær útfærslur sem þar voru kynntar. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá er næstliður 2.9. Húsnæðisáætlanir sveitarfélaga, tillagan þar er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Ég vek athygli á því að undir liðum 2.6 og 2.10 er bókað afgreiðsla bæjarráðsins staðfest. Þannig ef ekki eru athugasemdir við það, þá teljumst við hafa lokið yfirferði við þennan annan dagskrárlið og göngum til þess þriðja. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshérðarsins, það er 458. fundur bæjarráðs. Sá fundur var í 5 liðum en enginn þeirra er tekinn út til sérstaklega tillögugerðar en orðið er laust ef einhver óskar eftir að taka til máls fundinn undir þessum lið. Það óskar enginn eftir því að taka til máls og ég loka þá mælendaskrá en bendi þó á að það er undir lið 3.3 er bókað afgreiðsla bæjarráðsins staðfest. En ef ekki eru athugasemdir við það, þá teljumst við hafa lokið umfjöllun þennan 3. dagskrárlið og göngum til hins 4. Þá ætlum ég að fá að skipta. Fjórði liður á dagskrá, það er umhverfis- og framkvæmdanefnd, það var fundur nr. 106 og það er Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina og drög á bókunum. Forseti, ágæta fundafólk. Ég kem hér upp til að gera grein fyrir fundargerð 107. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar sveitarfélagsins. Fundargerð þessi er í 14 liðum og 6 þeirra eru teknir út til sérstaklega bókunar. Það er fyrst liður 4.1, ástand Egilsstaðaskóla, mat á viðhaldsþörf 2019. En á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar kynnti Kjartan Róbertsson, yfirmaður Eignasjóðs, 2 tillögur að efnisvali á útveggja klæðningu á eldri hluta Egilsstaðaskóla ásamt kostnaðaráætlun. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og leggur til að nota verði litað bárujárn við klæðningu á eldri hluta skólans. Aðeins til að gera grein fyrir þessu að það kom fram hér snemma árs komum fram upplýsingar það verður ástæða til þess að gera úttekt á viðhaldsþörf á þessum eldri hluta Egilsstaðaskóla og það er núna búið að framkvæma slíka úttekt og fá kostnaðar mat á klæðningu á útveggi. Það voru tveir kostir sem voru metnir, annars vegar litað bárujárn, hins vegar var lerkiklæðning og niðurstaða nefndarinnar var sú að mæla með því að það verið notast til litað bárujárn en það var töluvert ódýrara heldur en lerkið miðað við það kostnaðarmat sem lág fyrir. Nú, liður 4.2, það er Egilsstaðaskóli og tónlistarskólinn Egilsstöðum. En fyrir fundi, húsnæðismál. Fyrir fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar lá erindi frá skólastjóra Egilsstaðaskóla þar sem farið er yfir framtíðarþörf í húsnæðismála. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að farið verði í vinnu við að greina og bregðast við húsnæðisþörf Egilsstaðaskóla og tónlistarskólans og Egilsstöðum á næstu önn og til framtíðar. Jafnframt samþykki bæjarstjórn að skipað verði starfshópur til að fara yfir málið. Bæjarráði er falið að skipa starfshópinn en í honum eigi meðal annarra sæti fulltrúar úr fræðslunefnd og umhverfis- og framkvæmdanefnd. Þetta mál kemur upp í framhaldi af þessu erindi sem var nefnt hér áðan frá skólastjóra Egilsstaðaskóla en hefur verið rætt eins og kom raunar fram hér áðan í kynningu á starfsáætlun. Það er lagt til að bæjarráði verði falið að skipa starfshópinn. Það er einfaldlega bara praktískt eins og við segjum. Það eiga þarna koma að fulltrúar tveggja nefnda og kannski ekki endilega skynsamlegt að það séu önnur hvor nefndir sem hefur frumkvæði heldur og það verður bæjarráð sem móti samsetningu hópsins sem verður þá væntanlega að hluta til samsettur á starfsmönnum sveitarfélagsins og hluta til að kjörnum fulltrúum. Nú, liður 4.3, norrænt samstarfsverkefni betri bæi 2018. Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar var lögð fram kostnaðaráætlun og útlit sönnun á húsnæði miðvangs 31. Kjartan Róbertsson, yfirmaður Eignasjóðs, kynnti þar kostnaðaráætlun og áform uppbyggingu á miðvangi 31 samkvæmt tillögu starfshóps betri bæi. Og eftirfarandi tillaga það lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi kostnaðaráætlun.
kannski sagt undir þessum lið 4.3 af því að það kom nú fram í umræðu hér áðan einmitt aðeins lýsing á því hvað stendur til að gera þarna inni í miðvangi 31 eða Blómabæjarhúsinu eða fóðurblöndunni, fer nú eftir í hvað menn kalla það. Þar lagt upp með það að skipta út þessu innra rými sem að þar sem að núna kaffistofa, salerni og geymslurými, og þar komi skrifstofurými, fundar, herbeggi, salerni og ræstiaðstaða. Þetta mun taka aðeins meira rými þarna inni heldur en núverandi bygging gerir þar, en að samanskapi verður heldur smekklari. Tilgangurinn, ég held að það var kannski ekki komið alveg nú skýrt fram hérna áðan, að þetta á að vera þessu svokallaða samfélagsmiðja og þess vegna talið nauðsynlegt að vera með skrifstofuaðstöðu. Það gert ráð fyrir því að stjórnsýsla sveitarfélagsins geti notað þetta fyrir fundi, kynningar, og þetta kæmi sömulegis til greina sem aðstaða fyrir kjörnafulltrúa til þess að taka viðtöl við íbúa og þess áttar, og við myndum að reyna að gera þetta að opnum stjórnsýsluvettvangi. Og það það sem verið að móta þessa aðstöðu fyrir. En síðan auðvitað rými húsins sjálfs að öðru leyti hugsað einmitt í einnig kynningar og svo ýmsa aðra starfsemi, og það hefur verið rætt að þar geti farið á markaðir og fleira svona sem að telst, verið meira svona á samfélagslegum grunni heldur en hreinum viðskiptalegum, ef maður orðar það svo reynir einfalda. Nú liður 4.6. Það miðbær Egilsstaða deiliskipulag. Umhverfis- og framkvæmdanefnd tók miðbæjarskipulag Egilsstaða til umfjöllunar eftir vinnufund sem haldinn var þann 7. febrúar síðastliðinn, og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi uppdrátt með fyrirvara að byggingareitur við miðvang 1-3 verði fjarlægðar. Aðeins þetta og þennan vinnufund sem að framfór í þessum sal 7. febrúar og var bara býsna góður að mati þess sem hér stendur. Það var farið yfir forsendur fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu af hálfu þeirra sem hafa unnið á hönnuninni, og það var margt sem að skýrðist, það var margt gott sem að kom fram á þessum fundi. Niðurstaðan var sú að rétt væri að halda áfram á grunni þessara tillögu, en það gert ráð fyrir, eins og þarna kemur fram, að það verði ekki unnið meira með byggingareitu miðvang 1-3 fyrst og hennir kannski vegna þess að það væri eitthvað sem ekki bráðlægi á, væri kannski líklegt til að vekja upp fleiri spurningar heldur en að menn var á eitt sáttur það sem það kemur fram. Það má einnig nefna í þessu sambandi að það kom fram á þessum fundi auðvitað sem að kannski hefði mátt liggja ljóst fyrir, að undir í þessu skipulagi býsna mikið svæði sem að kannski ekkert sérstaklega unnið mikið með í þessari deiliskipulagstil, og þá á ég kannski einhver við svæði sem meðfram kaupfanginum, og þó að við ætlum skipulaginu auðvitað að standa, þá það þannig að það má reikna með því að menn muni vilja taka skipulagið upp og vinna kannski með þau svæði sem ekki sérstaklega til byggingar á til dæmis í þessu skipulagi. Þannig að það þá hugmyndir núna, menn vinni áfram með þessar hugmyndir sem þarna eru. Þær fara í ferli og auðvitað má reikna fastlega með að koma fram athugasemdir, þannig að auðvitað getur til að hann tekið breytingum áður en hún afgreidd, en þetta held ég mikilvægt skref á þessum tímapunkti að koma þessu á einmitt í þetta formlega ferli, að menn hætti að spekulera og fari að koma þessu áfram, og núna liggur fyrir að semja skipulagslýsingu í samræmi við þennan uppdrátt, og í framhaldinu og eftir að svo skipulagslýsing hefur verið staðfestir hægt að auglýsa og vinna málið áfram. Og það næstliður 4.9. umsókn skráningu nýra landeign í fasteignaskrá Öngulsá. Það umsókn stofnun nýra lóða á landi Öngulsár. Mér skilst að sé hér á Völlum. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar veitir bæjarstjórn jákvæða umsögn um landskipti. Jafnframt felur bæjarstjórn skipulags- og byggingarfulltrúa að ganga frá stofnun landnúmera í samræmi við umsögn. Og að síðustu þá liður 4.13. Það staða aðalskipulags Fljótsdalshéraðs 2008-2028 Eyjólfsstaðir. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá tillaga breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028. Breytingin felur í sér að tilgreint sé verslunar- og þjónustusvæði innan frístundabyggðar í Eyjólfsstaðaskógi. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn breytingatillöguna að fengnu jákvæðu áliti skipulagsstofnunar. Fleira var ekki tekið út úr þessari fundagerð og hún hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið laust. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn.
Ég tel rétt að vekja athygli og fara fram á að virt verði vanhæfi mitt undir lið 4.6, 4.10 og 4.11 þar sem að þetta allt saman snertir land sem í minni eigu og tel ég að það muni létta fundin ef að þetta verður samþykkt eins og ég fer fram á. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, byrju 4.6. 4.10 og 4.11. Já, þeir eru náttúrulega báður í vinslu þeir liðir. En ég held að forseti úrskurða það er augljóst vanhæfi og þá eru þessi liðir hér með til umræðu. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Nei, fyrirgefðu Björg, Hannes Karl var bæjarfulltrúi var búinn að biðja orðið á undan. En það eru þessi liðir bara, Hannes. Já, 4.3. Nei. 4.6, 4.10 og 11. Við erum bara að afgreiða þá núna. Bara að því að meðan bæjarfulltrúi Gunnar Jónsson er frammi, þá eru það bara þessir 3 liðir til umræðu núna. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og starfsmenn, ég náttúrulega bara því ég kom hér upp á síðasta bæjarstjórnarfundi og var að kalla eftir að miðbæjarskipulagið færi nú að berast okkur, þá bara verð ég eiginlega að koma hér upp í einu allsherjar húrrahrópi fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd fyrir að hafa brugðist svona snöggt við. Ég gerir fastlega ráð fyrir að það sé bara út af því að ég fór í pontu. Það er kannski full mikil einföldun, en ég gleðst einlæglega yfir því að sjá það að nú bara hillir í það að við fáum miðbæjarskipulagið hér til umræðu og það verður hægt að fara að kynna það fyrir íbúum og það finnst mér reynt frábært. Þannig að mér var það eiginlega bæði ljúft og skylt að koma og fagna þessu sérstaklega. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætt að funda fólk. Ég kem hér upp til að bregðast við orðum Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa og lýsa þennu yfir að það sé ekki bara bæjarfulltrúanum að þakka að þessu máli hafi undið fram. En ætla þó að nefna það sem ég gleymdi að nefna hér í inngangi mínu, sem er það að ég ætlaði að þakka Björgu Björnsdóttur bæjarfulltrúa sérstaklega fyrir það ábendingu sem hún kom með aðkomu ungmennaráðs að fundinum, vegna þess að eftir þær umræður sem urðu á bæjarstjórnarfundinum að þá var leitað til ungmennaráðs og það sátu 2 fulltrúar ungmennaráði þennan fund og höfðu sér bara allavega annar þeirra töluvert mikið í frammi sem var hið allra besta mál og bætti fundin bara töluvert að ég tel að hafa þau sjónarmið uppi á borðinu. Þannig að þessu vildi ég koma framfæri. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Það er 4.6 með bar. Já, forseti bæjarfulltrúar og starfsmenn, það er 4.6. Ég vil líka bara koma hér upp og fagna því að nú sé miðbæjarskipulagi komið þetta áleiðis og það er búið að bíða lengi eftir þessu. Og við í atvinnu- og menningarnefnd, við fögnum þessu alveg sérstaklega. Við erum að sjá fyrir okkur nú fari bara að rísa hallir hann í miðbæ. En já, þetta var mjög góður fundur líka sem að bæjarfulltrúi Stefán Bogi minnst áðan og flott að hafa fulltrúa ungmennaráði. Þetta var mjög góður fundur og allir bara þorðu að segja það sem að langaði til helgir. Þetta var líflegur fundur, góður. Þannig að ég fagna bara þessu, þetta sé komið á þennan rekspöl. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum liðum 4.6, 4.10 og 4.11. Dagur Skírnir Ásson var að bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Ég þakka Stefáni Boga forseta fyrir góða yfirferð og ég vil hrósa ykkur í umhverfisnefnd fyrir að kalla til ungmennaráð. Þetta til að mikilvægt að eiga samtal við þau í sem flestum efnum og ég hlakka bara til að sjá miðbæinn okkar þróast þar sem að gangandi vegfarendur verða í fyrsta sætinu. Takk. Dagur Skírnir Ásson hefur lokið máli sínu og
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef svo er ekki, þá göngum við til afgreiðslu á þessum lið 4.6 og sem miðbær Egilsstaða deiliskipulag 2016 og þarna fyrir liggur tillaga og þeir sem eru samþykkir henni vinsamlega skefur merki. Það er samþykkt 8 atkvæði og 1 fjarverandi. Þá má bæjarfulltrúi gangi í sal. Og þá er mælendaskrá opin fyrir aðra liði fundagerðarinnar. Hannes Karl Hilmarsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, það undir lið 4.3. Veldur aðeins fyrir mér núna að kom fram í máli Berglindar Hörpu, bæjarfulltrúar Berglindar Hörpu áðan undir lið 2.7 að þetta hús var jafnvel ekki á framtíðarskipulagi. Þannig að það spáði hvort að sé vert að vera eða miklum fjárhæðum í þetta verkefni, þetta er 12-14 milljónir og þetta framkvæmdi farið fram á áætlun. Ég náði ekki að kynna mér að núna við vorum að bíða hvort að þetta væri klárlega á framtíðarskipulagi þetta hús, þannig að kannski einhver geti upprætt mig það. Takk fyrir. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætt fundarfólk. Ég kom hér upp til að svara fyrirspurn frá Hannesi Karli Hilmarssoni bæjarfulltrúa og raunar einmitt til þess að biðjast velvirðingar á því að þetta kom fram í umræðu hér áður eins og kom fram í máli bæjarfulltrúans en var það ekki svarað þá, en það er vissulega rétt að það er í rauninni gert ráð fyrir annarri notkun á þessu svæði samkvæmt gildandi deiliskipulagi eða deiliskipulagi og aðalskipulagi. Það er gert ráð fyrir að þarna fara fram heilbrigðistengd starfsemi. Það er hins vegar þannig að það hafa orðið dálitlar breytingar auðvitað á þessu svæði frá upphaflegri hugmynd. Upphaflega stóð til að þetta hús viki vegna byggingar hjúkrunarheimilis. Síðan breyttist það. Hjúkrunarheimilið var byggt á öðrum stað heldur en upphaflega var áætlað og þess vegna má segja að það sé ekki kannski búið að móta framtíðarsýn á svæðið. Meðan að það er ekki að þá held ég að það sé óhætt að líta svo á að menn ættu að reyna að nýta svæðið sem best. Það er hins vegar og liggur fyrir í þessu verkefni 4.3 að það er ekki endilega gert ráð fyrir því að það sem er gert vegna þess verði varanlegt og þegar ég segi varanlegt þá er ég að tala um að þá erum við að tala um hluti sem að gætu hugsanlega staðið til nokkura ára. Það er ekki alveg fyrir sig að við þurfum á þessum svæðum að halda alveg í bráð og ef að við þurfum á þeim að halda þá er náttúrulega alls ekki fyrir sig að við þurfum akkurat þá lóð sem að þetta hús stendur á. Þannig að ég segi fyrir mig persónulega fjárfestingu upp á þessa fjárhæð sem ég hef nú reyndar vilja halda við cirka 10 milljónirnar eða 10-11 eða svo að slík fjárfesting í húsinu og hún sé alveg réttlætanlegt ef við erum að horfa til kannski 10 ára, 15 ára tímabils jafnvel þó það er styttra en svo. Þannig að sko við látum ekki húsi standa og bíða heldur reynum að hafa af því þau not sem við getum þangað til við höfum mótað framtíðarstefnuna og það sé þá einhverjum fjármunum sko kosta til þess að reyna að ná þessari nýtingu eins góðri og mögulegt er. Þannig að það er svona, já, í stuttumáli þá er það sýnin að þetta sé ekki endilega til framtíðar en það er heldur enginn að tala um að þetta verði rifið niður 1, 2, 3 árum eftir að ráðast verður í framkvæmdir. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá er opin. Ef ekki fleiri kveða sér hljóðs að þá loka í mælendaskrá þá göngum við til afgreiðslu einstakra liða. Það er fyrst liður 4.1, það er ástand Egilsstaðaskóla, mat á viðhaldsþörf 2019. Þar er tillaga borin upp eins og var lesin og kynnt í ráðan til þess að samþykki gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það var samhljóða. Nú liður 4.2, það er Egilsstaðaskóli og tónlistarskólinn á Egilsstöðum, húsnæðismál.
Þar er tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. 4.3. Norrænt samstarfsverkefni um betri bæi. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Miðbær Egilsstaða deiliskipulag, það er liður 4.6. Tillagan er, við vorum búin að afgreiða það. Það er þá liður 4.9 afsakið. Umsókn skráningu nýrra landeigna í fasteignaskrá Öngulsá. Þar er borin upp tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og að síðustu 4.13. Staða aðalskipulags Fljótsdalshéraðs 2008-2028 Eyjólfsstaðir. Tillagan þar er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Ég vil vekja athygli á því að undir lið 4.7 þá bókað afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdanefndar sé staðfest. Sem ekki eru athugasemdir við það, þá er það þannig fæst í bókar og við lokum þá umfjöllun um þennan 4. dagskrárlið. Göngum til hins 5. Það er fundagerð atvinnu- og menningarnefndar, 82. fundagerð og það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem að tekur til máls. Forseti bæjarfulltrúa og starfsmenn, ég kynni hér 82. fundargerð atvinnu- og menningarnefndar og hún er í 11 liðum en út hafa verið teknir 4. Og það er þá fyrst liður 5.1, það er samningu við Héraðsskjalasafn Austfirðinga sérverkefni og fyrirliggja drög að samningi milli Fljótsdalshéraðs og Héraðsskjalasafn Austfirðinga sérverkefni sem unnin verði af safninu fyrir sveitarfélagið á árinu 2019 og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi samningsdrög. Svo er að liður 5.2, það er Ormsteiti til framtíðar, fyrirliggja drög að samningi við Tré og Te EHF, Halldór Warren rekstur og framkvæmd Ormsteitis. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi samningsdrög. 5.3, það er 17. júní hátíðarhöld á Fljótsdalshéraði, fyrirliggja drög að samningi við Fimleikadeild Hattar undirbúning, stjórnun og framkvæmd 17. júní hátíðarhaldana á Fljótsdalshéraði. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi drög að samningi og ábendingu atvinnu- og menningarnefndar varðandi viðhald og uppbyggingu í Tjarnagarðinum er vísað til umhverfis- og framkvæmdanefndar til skoðunar. Og þá er að liður 5.8 atvinnumálasjóður Fljótsdalshéraðs. Fyrirliggja styrkumsóknir í atvinnumálasjóð Fljótsdalshéraðs en auglýst var í lok síðasta árs eftir umsóknum í sjóðinn með umsóknarfresti til og með 16. janúar 2019. Alls bárust 9 umsóknir með styrkbeiðni samtals upp á krónur 11,3 milljónir en til úthlutana voru 2 milljónir. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn að eftirfarandi verkefni verði styrkt. Útimarkaður við bókakaffi, umsækjandi bókakaffi hlöðum EHF krónu 250.000, hönnunarvara úr austfirsku hráefni, umsækjandi Hildur Evlalía Unnarsdóttir 100.000 krónur, listastúdíó, umsækjandi Inga Rós Unnarsdóttir 400.000, markaðssetning á erlendum markaði, umsækjandi PS EHF 650.000, ensk þýðing og útgáfa á bókinu 101 Austurland, umsækjandi Bókstafur EHF 250.000, landvarsla og úttekt á 2 gönguleiðum, umsækjandi Ferðafélag Fljótsdalshéraðs 300.000, mannauðs ráðgjöf, bergfarakista, umsækjandi Garður ráðgjöf, eigna umsýsla EHF krónur 50.000. Að öðru leyti er þessi fundargerð bara lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 5. lið er eitthvað sem Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi gefur svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmenn. Mér langar bara til að fagna því að við séum búin að ganga hér frá samningi Ormsteiti. Mér finnst ánægjulegt að sjá að það verði hér haldin bæjarhátíð á árinu, því að ég held að þrátt fyrir allt þyki okkur flestum ákveðlega vænt Ormsteitið og við viljum gjarnan sjá það lifa áfram í einhverju mynd. Þannig að ég fagna því mjög að hér sé búið að ganga frá samningi framkvæmd þess. Sömuleiðis auðvitað ástæða til þess að fagna því þegar við erum með öfluga sjálfboðaliða sem að taka að sér að halda utanum eins og fimleikadeild Hattar hefur gert og ætlar að gera áfram 17. júní hátíðahöld á Fljótsdalsheiði. Það er ómetanlegt að hafa svona virk og góð öflug félög starfandi hérna. Svo verð ég líka bara að segja það að mér finnst virkilega einhvern veginn hvetjandi og ánægjulegt að sjá þessar umsóknir sem hér að fá styrki. Það sýnir manni það að það er fullt af hugmyndum greinilega og góðum hugmyndum og það verður gaman að fylgjast með þessum verkefnum áfram. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Dagur Skírnir Óðinsson varabæjarfulltrúi. Forseti og aðrir fundagestir. Mér langar að þakka Gunnhildi Ingvarsdóttir fyrir fína yfirferð. Mér langar að byrja hérna á lið 5.2, bara að lýsa við mikil ánægju með þessi samningsdrög til að gæfu að Halldór Varinn sjá framkvæmd Ormsteitisjár, hlakka til að fylgjast með. Og einnig langar mig aðeins að nefna hérna lið 5.11 sem snýr atvinnuferð og kynningafulltrúa. Ég er svo sem ekkert myndað mér eina sterka skoðun á þessu máli, en ég tel þó mikilvægt að einhver í stjórnsýslunni sinni allavega að hluta til því sem gæti verið starf kynningafulltrúa, sem myndi á kannski snúa að einhverju leyti líka að samfélagsmiðlum og einhvers konar viðbragðsflýti þar, svo bara fara ekki allt í hund og kött þar. Takk. Dagur Skírnir Óðinsson varabæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er ennþá laust. En ef að ekki óska fleiri eftir því að taka til máls, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 5.1, samningu við Héraðsskjalasafn Austfirðinga sérverkefni, og tillagan er borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þessi samþykkjatillögunni gefur merki með því að réttu bönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 5.2, Ormsteiti til framtíðar, tillagan er þar borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því að réttu bönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Módulið 5.3, tillagan er borin þar upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því að réttu bönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5.8. Þar er tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að réttu bönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og ég vek athygli á því að venju það eru liður 5.10, 5.11 og svo 5.5, 5.6 og 5.7. Þar er aðstæða bókað afgreiðsla atvinnum menningarnefndar sé staðfest. Það er ekki athygli á því. Ef við ekki gerum athugasemd við það, þá teljumst við hafa lokið hér yfirferð yfir 5. dagskrárlið og göngum til 7. Það er fundagerð 272. fundar fræðslunefndar Fljótsdalsheiðar. Fundagerðin er í 2 liðum en þeir eru ekki teknir út til sérstakrar bókunar, en orðið er laust fundagerðina ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá. Ég vek þó athygli á því að undir lið 6.1 er bókað að afgreiðsla fræðslunefndar sé staðfesta bæjarstjórn, en ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið yfirferð yfir 7. dagskrárlið og göngum til 7. Þar er umsókn rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar Stóra Sandfell. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar í flokki 2 af Stóra Sandfelli. Umsækjandi er Röskvi EHF, ábyrgðarmaður Jóhanna Fjóla Kristjánsdóttir. Fyrir liggur jákvæð umsókn byggingafulltrúa fyrir alltaf 38 gesti, einnig jákvæð umsókn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands.
Og eftirfarandi tillaga lögð fram með vísan til 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsögn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsóknin lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til um. Bæjarstjórn bendir á að eldvarnar eftirliti og vinnueftirliti skila sínum umsóknum beint til sýslumanns. Orðið er laust undir þessum lið, einhver sem óskar eftir því að taka til máls. Ef svo ekki, þá loka ég mælendaskrá og ég ber upp tillögun eins og ég las hana hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og næst það þá 8. og síðasti dagskrárliður hér í dag, umsókn skráningu nýra landeigna í fasteignaskrá Hof 2 vegstæði. Fyrir liggur umsókn skráningu nýra landeigna í fasteignaskrá Hof 2 vegstæði, umsækjendur vegagerðin og undirskrift landeigenda er á umsókninni. Eftirfarandi tillaga lögð fram, bæjarstjórn samþykkir skráningu landeignarinnar fyrir sitt leyti. Orðið er laust undir þessum 8. lið, einhver sem óskar eftir því að taka til máls. Ef svo ekki, þá loka ég mælendaskrá og ég ber tillöguna upp eins og ég las hana hér áðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið við að fara yfir á dagskrárliði sem hér lágu fyrir. Ég vil þakka þeim sem að fylgdust með í útsetningunni en við munum rjúfa hana, en fundi bæjarstjórnar er ekki slitið fyrir við höfum lokið við að fara yfir fundagerð og undirrita hana.